velkomin að Rauðaborðinu eins og á mánudögum eða undanfarna mánudaga þá mun Guðmundur Hrafn Arngrímsson koma hérna og segja okkur fréttir af baráttu leigjenda hér heima og erlendis hér í lok þáttarins. Við ætlum að fjalla afleiðingar jarðskjálftanna í Tyrklandi við Írisi Björg Kristjánsdóttur sem að bjó í Tyrklandi í 4 ár og hún bjó eiginlega við svæði sem að fór hérna verst út. Þannig að við ætlum líka aðeins að fræðast það hvers konar fólk bjóð þarna og býr náttúrulega og hvernig menning þetta er. Því þetta fólk er náttúrulega að ganga í gegnum stórkostlegar hörmungar. Það var jarðskjálfti í dag upp á 6 á Richter, þannig að þessu ætlar ekki að linna. Mál dagsins er náttúrulega staðan í verkalýðsbaráttunni. Samtök atvinnulífsins komu með leik í dag, boðaði verkbann á 20.000 eflingafélaga sem en nú getum við fara að tala um fordæmalausa tíma því að það hefur ekki gerst áður að það hefur verið sett verkbann á svona stóran hóp eða notað í sambærilegum tilgangi í verkalýðsbaráttu. Til að ræða stöðuna að koma hingað menn sem að þekkja til verkalýðsbaráttu, það er Þórarinn Eyfjörð sem er formaður Samikis, Kristján Þórður Snæbjarnarson sem er forseti Alþýðusambandsins og Sigurður Pétursson sagnfræðingur sem er svona sérfræðingur Rauðaborðsins þegar það þarf að fletta upp í sögunni. Við ætlum að spjalla svolítið stöðuna og kannski samhengi atburða dagsins og fá kannski menn til þess að spá í hvert þetta leiðir. En eins og annarlega þá byrjum við á fréttum dagsins og hún er komin hingað, hún María segja okkur það. En líka Sólveig Anna Jónsdóttir sem er formaður Eflingar. Byrjum á Eflingafréttum. Hæ. Þið voru að kjósa verkfall? Já, niðurstöður komnar úr verkfallskosningunum og þær samþykktar á þessar 3 verkfallsboðanir. Já. Fyrir hótel, fyrir fólk sem starfar hjá ræstingafyrirtækjum og fyrir fólk sem starfar hjá öryggisgæslufyrirtækjunum. Já. Afdráttarlaus niðurstaða þar. Ég með tölunar að kjörsóknin er minni heldur en var áður? Já, kjörsóknin er minni en áður en það er auðvitað vegna þess að leið og atkvæðagreiðslan fór af stað þá hurfum við, ég og félagar mínir í samninganefnd inn í húsnæði Ríkissáttasemjara til þess að reyna þar af miklum vilja að ná samningum. Þannig að við frestuðum. Og fólk kannski ekki verið viljugt að fara að kjósa við verkfall sem kannski ekkert úr? Nei, og við frestuðum verkfallunum og jafnframt vorum ekki að fara í það sem við höfum verið að gera sem er að fara inn á vinnustæðina til þess að ná samtalinu við félagsfólk Eflingar og jafnframt halda fundi í félagsheimili Eflingar. En niðurstaðan engu að síður þessi afgerandi. Og kjörsóknin langt yfir 20% sem er skilyrði til þess að það sé lögleg kosning. Sannarlega. Það var lægst 38% og fór upp í 54%. Og þetta var já, 83% hæðst, 76% og 64%. Þannig að þetta er afgerandi kosning. Þetta er mjög afgerandi niðurstaða. Og ég minna það allavegana er augljóst á þessum tímapunkti að félagsfólk Eflingar vill nota verkfallsvopnið til þess að knýja á betri kjarasamninga. Það getur engin lengur haldið því fram að svo sé ekki. Eins og sagt var við mig þegar ég fyrst tók við 2018 af afskaplega mörgum leikendum í þessari verkalýðsbaráttu að verkafólk vildi ekki fara í verkfall. Það er augljóslega ekki satt. Það kemur fram í hverju kosningunum fætur annari og líka það að það sé stemming í Eflingu fyrir þessum aðgerðum sem að forystan stendur fyrir. Öfugt við það sem ég held að Halldór Benjamín hafi verið í kastlausi núna og halda öðru fram. Herðu, en verður að þessu verkfall, þetta á að byrja á hádegi 28. febrúar og verkbann Samtaka atvinnulífsins þá á miðnætti, 12 tímum seinna. Þetta er bara mjög góð spurning, auðvitað bara vinnum við þannig eins og að sannarlega verði af því og erum að undirbúa okkur fyrir það á sama tíma og við erum að sinna verkfallsvörslu þar sem að við erum þegar í verkfallum en þessi atburðarás sem að spilast hefur út í dag, hún auðvitað gefur sterklega til kynna Samtök atvinnulífsins bindi miklar vonir við það að lagasetning verði útspil stjórnvalda.
Þetta þetta sé gert til þess. Já, ég held að þetta sé Þannig ef sannlega að gert til þess. ríkisstjórnin kemur ekki með lög, að þá sitja þeir eiginlega í einhverju stöðu sem hafa bara ekki reiknað með að yrði. Sko, það má vel vera að ég sé eitthvað að mislesa þetta. Ég ætla svo sannarlega ekki að látast skilja Hugarheim Halldórs Benjamíns og félaga hans í forystusveit Samtaka atvinnulífsins. En þessi aðgerð, hún er náttúrulega mjög tryllingsleg, hún er mjög vanstillt. Hún er náttúrulega auðvitað unnin til þess að reyna að valda hræðslu hjá félagsfólki Eflingar, til þess að reyna að senda þau skilaboð að Halldór Benjamín og félagar hann séu sannarlega lénsherrar höfuðborgarsvæðisins og að fólk þurfi ekki seinna en núna átti sig á því og draga sig í hlé og læra aftur að fara aftast í röðina og svo framvegis. En ég tel að þetta sé líka gert í þeim tilgangi að veita stjórnvöldum mögulega cover til þess að fara fram Þannig að sé ekki með lög á ykkur heldur að þá. Á deiluna. Að deilan sé einfallega komin á þann stað að ekki sé neitt annað hægt. En eins og ég segi, ég ætla ekki að þykjast skilja Hugarheim þessara manna. Nei, það er búið erfitt að reikna það þegar maður reynir að meta kostnaðin Samtaka atvinnulífsins eða fyrirtækjana að gangað ykkar kröfum og bera það saman við skaðan sem að fyrirtækin getur orðið fyrir í verkbanni. Það líklega myndu tapa sko meiru á hverjum degi heldur en það að ganga ykkar kröfum. Já, algjörlega. Halldór Benjamín talaði nú þannig í dag eins og það verður bara sjálfsagður og eðlilegur hlutur að hann getur ástafað fjármunum úr vinnudeilusvið Eflingar. En hvernig þau reikna skaðan sem að sjálf fyrirtækin verða fyrir, veit ég ekki. Eru þau nokkuð búin að reikna skaðan? Vegna sko hann spurði bara hérna í fréttum setnipartinu og hver er skaðin og hver verður skaðin og hann segi ég get náttúrulega ekki sagt á þessar stundu. Það ekki má vel vera en ég heldur sé nú mikið alltaf að reikna sko. En fyrst að við erum hér aðeins að ræða líka kostnaðin við það að verða við kröfum Eflingar þá er hann ekki hár. Við á þessum dögum sem að liðu þar sem við vorum þarna inni lokuð hjá ríkissáttasemjara, samninganefnd Eflingar mjög lausnamiðuð, svo ég noti það orð og vilju til þess að ganga frá samningum, þá vorum við að vinna innan kostnaðar ramma Samtaka atvinnulífsins miðað við aðra kjarasamningar sem samtökin hafa gert. Fjallu frá framfærslu við vorum búin að falla frá framfærsluuppbótinni 15.000 krónur á mánuði. Já, við vorum að finna. Það vorum bara eftir 5.000 krónur á allra lægsta taxtanum á milli ykkar og... Já, nei, vegna þess að það er augljóst þegar þú skoðar kostnaðin sem að Samtök atvinnulífsins vinna eftir varðandi kjarasamningar til þess við SGS-félögin að hann er miklu ódýrari fyrir fyrirtækin á höfuðborgarsvæðinu vegna þess hvernig félagsaðildin er ólík. Þannig að það er það sem við vorum að gera. Við vorum sem sagt að finna leiðir til þess að tryggja að þessi kostnaðar rammi sem að okkur var sagt að vera til staðar myndi sannarlega nýtast að fullu fyrir félagsfólk Eflingar og þeirri vinnu miðaði áfram, ekki hratt og það var kannski ekki svona hraður gangur í viðræðum eins og stundum gerist þegar hlutinni svona byrja að rúlla á stað, þá geta þeir rúlla hratt. En það var gangur, það voru samtöl og það var viðleitni og þeir voru að mjakast. Svo breyttist það og það sem að komið var, allt í einu var ekki lengur á borðinu og síðasta nálgun Samtaka atvinnulífsins sem að við sáum var þá svo að við gætum fengið 2.000 króna umfram hækkun með við SGS-samningin fyrir fyrsta árið en að við þurftum að borga þessa 2.000 króna auka hækkun með 4.000 króna lægri hækkun á 5. árið með við SGS-samningin. Þannig að bara tómt bull og augljóst að þarna var á endanum engin vilji til staðar til þess að klára kjarasamninga við okkur. Eitt sem að, því að þú gagnrýndir Starfsgreinasambandið fyrir að hafa fellt inn hagvaxtaraukann. Var hann inn í þessum viðræðum? Þessi 13.000 hagvaxtarauki sem að kemur til ykkar 1. apríl? Það er búið að rúlla honum inn í þennan kostnað. Það var ekkert sem stóð út af nema það að tilfærsla í aldri til þess að kostnaður Íslandshótela væri viðlíka og Samherja tilfærsla innan töflunar til þess að geta nýtt þetta svo að félagsfólk Eflingar væri ekki að fá lélegri niðurstöðu
að þeir sem að þessi kostnaðarrammi geti nýst okkur þannig að við værum að hækka þarna hópa innan félagsmanna hópsins. Við vorum með kröfur að þernurnar á hótelunum færðist upp 1 launaflokk. Það er auðvitað mjög ódýr aðgerð og svo vorum við auðvitað með kröfurnar fyrir hönd félagsmanna Eflingar sem starfa hjá Samskipum og svo hjá olíudreifingar fyrirtækjunum. Þið fengu ekki samtal um það? Nei, og þar var auðvitað gengið á bak orða sinna. Þar gengu samtökin á bak orða sinna vegna þess að það var munnlegt samkomulag að þau samtöl færu af stað hratt og örugglega, en af því varð ekki. Herðu, hvað gerist næst? Þú býst við að verði hvað sett lög? Gæti Ástráður komið með miðlunartillögu? Ég ætla ekki að segja, það sem ég er að segja er ekki endilega ég búist við því, en það sem ég er að segja er ég held að þetta sé til þess gert að láta möguleikan á því verða raunverulegan að gefa stjórnvöldum tækifæri til þess að gera það án þess að þurfa einhvern veginn að axla þá þungu byrði að setja lög á verka og lánafólk sem er einfaldlega berist fyrir því að hafa aðeins meira á milli handana. Já, það getur gerst, Ástráður getur auðvitað ennþá komið með miðlunartillögu og ég myndi nú halda að annað hvort af þessu sé það sem að muni gerast. Ef að frásögn ykkar, sem ég veist ekkert af samningum helgarinnar er rétt, að þá voru þið komið mjög nærri því þeirra kröfum. Miðlunartillaga frá Ástráði lítur að vera bara mjög nærri því sem að þá þér virtist vera að verða til á borðinu. Sama má segja ef það er sett lög og gerðardómur, þá má rekna með því að niðurstaða verði bara mjög nálægt því sem að þú sást á borðinu. Er þetta þá allt saman það að SA getur ekki gert samning við Eflingu, frjálsarsamning? Já, á þessum tímapunkti þá virðist svo vera. En það er Halldór Benjamín aftur komin í sinn málflutning sem hann var með áður en við fórum þarna inn og sem hann hefur svo sem haldið sig við svona lengst af, að trúnaður hans og samtaka atvinnulífsins liggi við aðra viðsemjendur við þjóðina í þessu landi og af því leiði að ekki sé hægt að gera öðruvísi örlítið betri kjarasamning við Eflingu. Voru þetta rök sem lágu ekki fyrir á þannig hátt þegar hann fer veikur heim? Já, þú veist, þarna var náttúrulega bara samtalið það hvað væri hægt að færa til, þú veist, inn í töflunni, innan rammans og ekki svona einhverjar heimspekilegar umræður það hvar trúnaður manna lægi. En það var stjórn samtaka atvinnulífsins búin að samþykkja 14. febrúar, sem að er daginn sem að Ástráður var skipaður sáttasemjari, þá voru búin að samþykkja þetta verkbannsbeiðni. Finnst þið það skipta máli? Að það hafi legið eiginlega fyrir að meðan að þú varst inn í Karphúsi að stjórn SA væri búin að samþykkja verkbannsbóðum? Ég veit það bara ekki alveg. Ég bara aftur segi það sem er sannleikurinn. Ég ætla ekki að þykjast skilja nákvæmlega hvernig þessi samtök opererar, hvernig forystan hugsar, hvernig þeir spila leikina. Ég veit að ég og félaga mínir í samninganefnd fórum inn full af raunverulegum vilja til þess að ná samningum og það getur enginn haldið öðru fram. Það hafa aðrir haldið öðru fram. Já, ég veit það, þeir gera það sannarlega. En það er ýmsu haldið fram og sérstaklega eru þetta ýmsu haldið fram mig og Eflingu og samninganefnd Eflingar. En það sem er náttúrulega auðvitað staðreyndin er að ég fer ekki ein inn í herbergi, heldur er ég þarna með risastóran hópa félögum mínum með mér og það fólk er allt til vitnis það sem ég er að segja og lýsa er sannleikurinn í málinu. Og við sáum það núna að í atkvæðagreiðslunni verkfall Eflingar að það er félagsmenn standa með þeirri stefnu sem að forystan hefur mótað. Já. Svona þennan, ég vil bara þakka þér fyrir að koma hérna við inn í fréttaeflutu okkar og gangi þér og ykkur bara vel í baráttunni. Kærar þakkir. Hvað segir María, eru fleiri fréttir? Já, það er bara af öðrum fréttum er það kannski helst að frétta samgöngusáttmálinn í upplausn. Já. Núna töldu menn að það væri bara samkomulag upp á borðum sem að væri bara, það ætti núna að fara að leggja borgarlínu og allt væri klárt. Og svo gerist það að
það hefur flosnað upp úr samstöðu sveitafélagum, samgöngusáttmálan, Já. sem var undirritaður í Og er það ekkert borgarlínu það? september 2019. Já, það er bara spurning hvað menn vilja leggja áherslu á. Núna vilja menn fara að leggja meiri áherslu á bara þær samgöngur sem eru fyrir og þær virki. Þetta er ekki alveg að menn vilja, er þetta ekki fórust og sjálfstæðisflokksins? Jú, ég fyrst og fremst náttúrulega. Það er nefnilega svolítið þannig, svo regla gildir í íslenskri pólitík að allir þurfa að standa skil á samningum og samkomulag sem það gera, nema sjálfstæðisflokkurinn. Já. Hann er alltaf með það að hann er alveg til að breyta bara á seinni stigum. Já, já. Er þetta dæmi um það? Það lítur kannski svolítið út fyrir það allavega, já. En þetta er svolítið svona samt, já, einmitt, sérstætt. En við erum að fara að hitta hérna menn á eftir sem ætla að fara að tala verkalýðsbarátuna. Já. Og ég heyri þeir eru komnir fram og eru að byrja að ræða saman. Já, já. Þetta er allt, náttúrulega þetta er svo stór dagur. Hvað voru fleiri fréttir? Herðu, já, það eru fleiri fréttir. Það er, við getum sagt frá því einmitt að það er 42,4 milljarða hagnaður af Landsvirkjun. Já, venjulegri starfsemi, svo er meiri gróði af því að þeir seldu ríkinu Landsnet sem að reyndar á Landsvirkjun. Já. En það ekkaði ekki mikið, það ekkaði upp í svona tæpa 45 milljarða. Já. Þetta eru gríðalegi peningar. Þetta er alveg svakalega peningar. Þetta er hálfur Landsspítali sem að Landsvirkjun græðir. Já, einmitt. Og Landsvirkjun græðir á háu álverði. Já, og einmitt. Svo náttúrulega græða líka á einu að það er svo langt sem það hefur verið að virkja. Já, þeir eru ekki að leggja út í neitt kostnað akkurat núna. Það er náttúrulega enda með því að við myndum bara ekki virkja meira. Já. Að þá náttúrulega myndi þarna verða til alveg óheyrilegi peningar. Því að peningarnir sem verða til miðast við það að þeir séu að borga lán af öllum virkjununum. Já, já. Og svo þegar þeir eru ekkert að borga þessi lán, að þá náttúrulega verður til þessi ógnargróði. Og þá er spurningin, viltu fá 50 milljarða ári og svo 60 milljarða og 70 milljarða ári og reyna að lifa við það rafmagn sem er framleitt eða viltu virkja meira? Já, einmitt. Nú, þetta var spurning. Nei, ég orðið að spyrja mig. Já, ég var að spyrja þig. Ég held að það er náttúrulega bara spurning hvað þarf að virkja líka. Það þarf ekki endalaust að virkja endilega. Þetta er náttúrulega mál sem ætti að vera svona ofarlega í umræðinni. Já. Eins og svo margt sem ætti að vera ofarlega í umræðinni í Íslandi sem er það ekki. Sko. Nei, nákvæmlega. Og þó, það er nú svolítið verið en hún fer svolítið skringilega fram umræðin um það hvort okkur vantu orku eða ekki. Já, það er svona upplýsinga óriða þar eins og annars staðar. Það var skoðanakönnun frá Maskínu. Já. Hún er nú svipuð og hefur verið, það er heldur svona lakara gengi á ríkisstjórnarflokkunum. Já. Sameiginlegt fylgi þeirra er komið niður fyrir 40%. Einmitt. Þeir myndu tapa samanlagt 13 mönnum og eru með 25 þingmenn. Akkurat. Hinn svokallaða frjálsynda miðja, Samfylkingin, Píratar og Viðreisn. Viðreisn er nú bara með ábreytta þingmannatölu og Samfylkingin er náttúrulega að draga vagnin. Já, já. Að þau varu samanlagt með 28 þingmenn. Já, einmitt. Þetta er svona svo stjórnarandstaða sem til dæmis Bjarni Benediktsson talar alltaf af mestri svona vanvirðingu til Samfylkingin. Samfylkingin Viðreisn. Já. Þetta er orðið starra stjórnmálaafl í ríkisstjórninni. Evrópusinnuðu flokkarnir. Já. Og svo eru allir litlu flokkarnir hann inni. Þannig að þetta yrði mikil breyting. Já. VG mælist ívið hærri heldur en síðast þarna, manstu þau vorum að tala um prósent, ég sagði að þetta er svolítið erfiðleikum með prósent fyrirtækja því að það ætti til að svona detta á ystu mörk af einhver hluta vegna. En hins vegar er það með Maskínu, talandu það er áhuga og svona, en Maskína mælir yfirleitt þarna en að svo kallu frjálsyndu miðju herra heldur en aðrar önnur fyrirtæki. Hefur einhverja skýring á því? Það er bæði flókið að halda góðu úrtaki gangandi, því þetta er sendt á stóran hóp. Já. Og svo svarar slatti af þessu og svo þarf það að vera með einhverja aðferð til þess að vikta þetta tilbaka. En þetta er mikil kunst. Mér hefur sýnst það svona í kostningum að svona þegar það var líða kostningum að þá er það Maskína sem heldur viktar þennan svoköldu frjálsyndu miðju. Maður sér það líka í könnunu þeirra spurt vilja til þess að flytja inn kjöt eða þú veist eitthvað svona viðreisnarleg mál. Að þá kemur yfirleitt meira afgerandi afstæða út Maskínu. Sko. Þetta er það sem er grím út allan heim að reyna að halda þessu, svo breytist alltaf samfélagið fyrir greið fólki sem er að gera þetta. Já. Erum við með meira? Herðu, það er
þú skrifaðir aðeins á samstöðinni Benedikt Erlísson leikstjóri. Ég skrifaði, ég tók það bara upp eftir Benedikt. Já, þú tókst það bara upp eftir Benedikt. Benedikt kemur þetta bara Erlingsson frá. var að skammast Hann út var í að skammast Laufey út í. Guðjónsdóttur, Já, sem var nú bara að hætta heldur á föstudaginn í vinnunni eftir sem fórstjóri kvikmyndamiðstöðvar. eftir 20 ár. Einmitt. Og það er langur tími það er þannig reglan hjá forstjórum ríkisins að þau eru ráðin í 5 ár, svo Já. má framleiðingja á 5 ár. Þetta er náttúrulega, En hún hún er er alveg 20 ár. svakalega þaulsetin hann. Og Benedikt, sko, það sem að kveikti í honum var að Laufey var í viðtali við norrænan miðil Jú, og svona þessi tímamót og þetta er langur tími, þannig að blaðamennin spurðu svona, þú horfir yfir hann langa tíma, svona, hvað er eftirminnilegast og með hverjum hefur verið skemmtilegast að vinna með og unni með mikið af kreatífu fólki og eitthvað svona og hún svara svona að vera unni með mörgum en það verið eiginlega ánægilegast að þegar Íslendingar unnuloksins kvikmyndaverðlaun Norðurlandaráðs 2014. Já, með það var fyrir Rossi Rossi Oss. Já, akkurat. Og Benedikt hefur nú sagt þetta áður að kvikmyndamiðstöð veðjaði ekki á Rossi Oss. Það sem hann segir mínistyrk og þannig hann þurfti að veðsetja húsið sitt og þá lán hjá öllum mættingum, vinum mættingum eins og Friðrik Þór Friðriksson sagði í Kanada að fá láni á bönkum og bensinstöðum. Friðrik var nú reyndar framleiðandi á Rossi Oss og hann fær ekkert svo fallega kveðjur frá Benedikt. Heldur. Benedikt segist að það setja uppi með handónita framleiðanda. Já, hann segir það líka, einmitt, já. En svo gekk náttúrulega Rossi Oss frábælega vel, fekk velun út bara allar koppagrundir og vakti athygli á Benedikt bara sem leikstjóra á heimsvísu. Og svo sótt hann ávaldi hann að gera Kona fyrir stríð. Hann fekk höfnun. Og svo tókst honum einhvern veginn að krýja út hálfan styrk líka og þá var það fyrir aftur svona mínistyrk. Rökin í fyrraskipti var að hann veri byrjandi og hann benti nú á að margir hefðu gert álíka mikið, álíka lítið og hann áður hann gerir Rossi Oss sem að fengu fullastyrk. En svo fannst honum þetta að vera. En það er eiginlega svolítið óskiljanlegt að hann hafi ekki fengið fullan styrk eftir að ganga svona vel með Rossi Oss, sko. Já, menn ég kann ekki að beina svo, sko. Nei, maður veit ekki hvað ræður og hverjir að sækjum styrki á sama tíma og annað. En hann talaði að þetta væri bara frábært að fá eitthvað nýjan að inn. Já. Því að í kringum Laufey hefðu skapað svona, var vinir hennar sem að fengið meira. Já. En þetta er alltaf vandamál þegar er verið að útluta listamanna launum eða styrkjum til listamanna á einhvern nátt. Hverjir sitt í dómnefndunum? Því það er yfirleitt alltaf líka einhverjir sem að annarkvort eru líka listamenn í sömu listgrein. Talandi það með litla samfélagið, þegar má skiptum. Lögmaðurinn Ólafur Helgu sem var að kæra HSI og SA og Íslenska ríkið fyrir félagsdóm. Veistu hvað það er? Nei. Hann er sonur Láru Vaff. Þú segir ekki. Og þar að leiðandi bróðursonur Ástrós Haraldssonar. Já. Þetta er nú alveg. Það er erfitt að stunda vinnumarkas lögfræði á Íslandi og að deila út penningum til kundasjós. Já, einmitt. Og kundasjós. En ekki að þetta talandi þetta með miðlunartillöguna einmitt og þess að kæru hennar Ólafur Helgu að svo verður kannski komin að önnur miðlunartillaga þegar þessi miðlunartillaga á að fara fyrir dóm, sko, þetta er nú alveg þetta er ekki einleikið hvað þetta er orðið mikið rugl. Já, það kemur í ljós á morgun eða hinn hvort það komið miðlunartillaga. Já. Og nætti eiginlega að koma á morgun, það meikar ekki sens fyrir Ástráð að bíða mikið lengur eða hann ætlar að koma með miðlunartillaga yfir höfuð. Og þá mun hann kannski draga þessa tilbaka en þá eyðileggur hann málið fyrir bróðursinni sínum sem er búin að byggja mál fyrir félagsdómi á því. Og rökum Jón Steinar Gunnlaugssonar að ef að þessi miðlunartillaga verði ekki felld eða drýð tilbaka að þá verður hún að kjarasamningi á 5. Já, einmitt. Það er kenning Jón Steinars. Já, akkurat. Herðu, en við ræðum vinnumarkaðin hérna eftir augnablik við frábæran hóp manna. Segjum þú gott í bíli.
Já, þetta örugglega sögulegu dagur, jáfnvel fordæmalaus, við erum komin í fordæmalausa tíma enn einu sinni og við ætlum að ræða aðeins stöðuna í verkalýðsmálum og kjarasamningum og hingað er komið einvala lið, Kristján Þórður Snæbjarnarson, hann er forseti ASÍ, Þórarinn Eyfjörð, hann er formaður Samekis og Sigurður Pétursson sem er sagnfræðingur og sérfræðingur í verkalýðssögu. Kristján Þórður, þetta er sögulegt ákvörðun Samtaka atvinnulífsins að boða til svona stórs verkbanns, það er bara þannig. Já, ég held að það sé óhætt að segja það. Þetta er náttúrulega væntanlega fjölmennasta verkbannið sem er boðað til í okkar sögu. Þetta hefur oft verið gripið, eða nokkru sem verið gripið til þessa úrræðis en ekki með þessum hætti, ekki með þessum fjölda og af jafn litlu tilefni myndum að telja. Af jafn litlu tilefni? Já, þú veist, deilan er komin á ákveðin stað og Efling er búin að búa til ákveðna pressu með verkföllum sínum. Svo pressu er farin að hafa áhrif en þetta er lítill hópur sem er búin að leggja niður störf, tiltölulega lítill hópur og nú þegar farið að beita þessu úrræði sem að maður hefði haldið að væri svona bara neyðar úrræði þegar allt væri komið í bara verulega slæmastöðu. Stjórnin samþykkt þetta 14. febrúar sem að var þriðjudagurinn í síðustu viku. Þá kvöldið áður að þá bættist við seinna verkfall Eflingar á Berja hótel og vörubílarnir. Þannig að þeir bregðast við þegar 900 í verkfalli. Já, það er búin að boða verkfall, sko, það er ekki byrjað. Nei, akkurat. Og það er auðvitað svolítið merkileg staða að þetta sé að gerast á þessum tímapunkti í þeirri deilu. Þannig að þetta er auðvitað bara mjög verður væntanlega tiltölulega merkilegu dagur og svona það sem að gerist í kjölfarið ef að fyrirtækin samþykja að þessa tillögu Samtaka atvinnulífsins. Má ekki gera ráð fyrir því, það situr í stjórn 21 maður í þessari stjórn og það eru fulltrúar, þetta er náttúrulega ekki venjulegt lýðræðislegt félag, þannig að sitja fulltrúar sko eiginlega alls atkvæðamaksis í félaginu því það er kosið eftir hverju krónu sem það borga inn. Já, nákvæmlega, það er kosið eftir vægi sem er auðvitað, þannig að það þarf örfá einstaklinga til þess að taka þessa ákvörðun væntanlega. Ég veit ekki nákvæmlega hvernig vægið er, en stóru fyrirtækin þau ráða sennilega töluvert miklu þarna, gerir ég ráð fyrir. Þannig að þetta er auðvitað, þetta er bara stórmerkilegt. Þú ert að byrja að þeir eru ekki komnir í viðræður Þórarinn eða það? Samingið? Jú, svona aðeins? Já, kannski aðeins meir heldur en aðeins. Það er að segja samningar til Samekis og Póstmannafélagsins sem er BSIB, það er 90 félög þar, að bæði hjá okkur og þeim þá losnuðu samningarnir við SA sem eru við OHF-in. Það er Ísavía, Fríhöfn og Pósturinn og Orkuveitan og Rarik og einhverju fleiri. Þannig að við höfum verið að tala við SA frá því að við fengum svolítið pláss við borðið, að í stóra SA-samhenginu þá eru við innan BSIB svona fámenn og lítil í því samhengi og við mætum svo sem sömu ræðunum og framkvæmdastjórinn þeirra Halldór Benjamín hefur haldið svo oft við þjóðinni og undanfarnar vikum. Það sem bundur trúnaði gagnvart þeim sem hann er búin að semja við. Meðal hans Kristjáni? Já, sem að er mjög svona sérstök nálgun að eins og hann sé orðin ekki að þessi orðin svona trúnaði vinni þjóðarinnar. Það er mjög merkilegt að hlusta á þessu orðin. Það er þessi 90% sem hann alltaf að tala um. Já. Ég veit nú ekki hvað telur þau, sko. Nei, þetta er mjög sérstök framsetning, ef nú bara segja þess að svo er. En svo sé, við kannski komum að því segir, en við erum byrjuð og við erum líka byrjuð að undirbúa að okkar stóru kjarasamninga við ríki, sveitarfélögin og Reykjavíkurborg. Þeir reyna át núna í lok marsmánaðar og við erum svolítið að reyna að hafa hafið fyrir neðan okkur og viljum gjarnan reyna að koma þeim í höfn á fljótt og vel. En það er nú eitt og annað sem tefur og þetta sem átt að vera sem við heldum kannski upphafið er því með svona kannski minnsta flækjustígi sem við höfum reynast nú vera aðeins þyngra við heldur við áttum vona á. Gagnvart ykkur eða vegna þess hvernig þetta hefur þróast hjá þeim eða hvað? Nei, ég sé bara þróun núna á vinnumarkaðnum í heild. Þetta smitar allt hvað í annað. Hvernig þá? Auðvitað. Jú, það er við svona lögum að stað með hvað við segja, það í farteskinu að við verðum að fara inn í skammtímasamning sem var nú bara eitt
eitt af stóru atriðunum í forminu, þess að hvernig verður að fara inn í formið. Og það er auðvitað svolítið módeli frá almenna vinnumarkaðnum. Við heldum að almenna markaðin myndi vera hérna, já, bæði kannski standa aðeins stétta saman og vera, sem sagt, þetta myndi ganga betur hjá þeim, af því að það auðvitað smita svolítið inn í okkar aðeir hvað gerist þar. En staðin eins og hún er, og það hefur svona, held ég, ekki hröðunar áhrif inn í vinnuna hjá okkur. En við erum að einhverju vegferð, en það er svona smá skrifa. En þið höfðu fallist á að fara svona í skammtímasamning, já, í og meir og minna á forsendunum sem að voru búið að leggja. Já, en ég er bara að velta fyrir mig hvort að átökin við Eflingu, hvort að þau raski ykkar viðræðum eitthvað. Já, sko, þú er nú ekki alveg að fullera það hvort að þau gerir það með einhverjum afgerandi hætti. En ég held þó að þau hafi, sko, áhrif allavega. Og ég er ekkert að segja að það sé neitt vont, bara alls ekki. Af því ég held að hérna ég treysti mér nú kannski ekki til að fullera það alveg, en ég gerir ráð fyrir því. Að öll stéttarfélög og félög sem eru svipuðum sporum styðji sem sagt félaga sína í Eflingu. Við gerum það að minnsta kosti. Og við náttúrulega bara treystum því að hérna, félagi nái góðri lendingu, bæði fyrir félaga sína og okkur öll. En auðvitað þá hefur þessi staða svolítið bara, já, hún smitar inn til okkar. Það er ekki margir sem trúa því að Efling nái góðri lendingu. Sólveig Anna var hérna áðan, hún reiknaði með miðlunartillögu eða lögum. Já, nú veit maður ekki alveg, sko, á hverju maður á von, og þau eiga von, maður bara sér það ekki fyrir. En ég held að þetta er ekki vitlaus ályktun, já, en bara alls ekki. En ég veit nú ekki hvernig ríkisstjórn Katrín Jakobs ætlar að fara að setja lög á vinnandi fólk. Það daldið, þá er nú komið mjög sérkennileg staða. Það flettu upp í sögunni, Sigurður. Hvað getur sagan einhvern veginn sagt okkur hvernig þetta getur leist? Hjálpar okkur valla bara í gegnum þetta, held ég, því að þetta er mjög sérstök aðgerð. Þetta verkbann, margt áttar að búið að vera sérstakt í aðdragandanum, en eins og miðlunartillagan sem kom fram þarna á mjög skringilegum tíma og gerði reyndar sameinuða verkalýðshreyfinguna í raun og veru gegn þessu. En svo aftur þetta núna að setja verkbann á fjölda fólks innan sama félags og er í deilu, að þetta er algjörlega óheyrt. Við þekkjum verkbönn þar sem að félag fer í verkfall og félagar í öðrum félögum. Eins og Sjónum þegar Hásetinn hefur verkfall og verkstjórar settir í verkbann og stýrimennir. Verkstjórar fara í verkfall og þá verða hinn í verklausir í raun og veru en halda laununum. Sama hefur átt við á fleiri sviðum, prentarar hafa farið í verkfall og tvisvar hefur verið sett verkbann á blaðamenn í framhalduna því þeir eru þá orðnir verklausir en á fullum launum. En að setja 20.000 manns í verkbann vegna þess að 10 eða 1500 félagar þeirra eru farnir í verkfall, þetta er bara algjört einstæmi. Ég fletti reyndar aðeins upp í sögunu og fann eitt svipað dæmi og það var 1982. Þegar að það má segja að þá hafi blásið nýjir vindar svolítið hjá atvinnurekendum. Það var komið mjög herskár framkvæmdastjóri þá sem hét Þorsteinn Pálsson, mildast mikið síðan kannski. Eimriða klíkan að komast í valda í slíku samfélagi. Já, einmitt í Reykjavíkurborg og meðal atvinnurekenda. Og þá voru uppi deilur og það voru byrjuð verkfall og það var búið að setja á yfirvinnubann og útflutningsbann á mismunandi stöðum, á mismunandi félögum og þá settu atvinnurekendur á móti stórt verkbann á í þessari deilu en með góðum fyrirvara og svo leystist deilan og þannig hefur verkbann yfirleitt alltaf verið að deilur hafa leyst einhvern veginn áður heldur en komið og þess vegna hafa verkbönnin alltaf fallið í skuggan og aldrei verið raun og veru svona afdráttarlaust tæki. Og ekki að meta árangurinn að þeim? Nei, alls ekki. Og þetta er algjört einstæmi núna og svo hjó ég eftir því í dag að allt í einu voru fulltrúar atvinnurekanda fannir að tala um það að verkalýðshreyfingin ætti að borga fólkinu laun þegar atvinnurekandur eru búin að leggja niður fyrirtæki hjá sér. Maður er aldrei heyrt annað eins en það var þessu náttúrulega snúið tilbaka af Eflingu í dag. Það var nú ýmsir sem að koma fram og sögðu að það stæðist ekki, það væri til dæmis í lögum VR að fólk fengi verkfallsbætur, hvort sem að væri verkfall eða verkbann. Já, það eru reglur um það, en það þarf að ákveða það af hverju einu félagi.
og það ekkert sem gerist sjálfkrafa, alls ekki og þessi árás, þetta ekkert annað heldur en það að atvinnurekendur eru þarna búin að gera stórkostlega árás á 20.000 félagsmenn í Eflingu, ætla að leggja niður fyrirtækin sín og reka allt fólkið heim kauplaust. Þetta algjörlega óskiljanlega aðgerð og ef að atvinnurekendur samþykja þetta sem nú kannski ekki alveg víst og þó, eins og þú segir, öflugustu fyrirtækin í landinu stjórna atvinnurekendasambandinu og litlir atvinnurekendur og öfugt. Það má ekki gleyma því að sko samtök atvinnulífsins ræður því hverjir eru í stjórn lífeyrissjóðana og lífeyrissjóðunir eru stærstu eigendur í stærstu fyrirtækjunum. Já, svo það sko. Þannig að samtök atvinnulífsins er líka svona eins og power base í viðskiptalífinu. Alveg rétt. Og svo bankarnir sem eru þarna beint í stjórn og síðan eru fyrirtæki sem þurfa að sækja til bankana fyrirgreiðslu og annað, ætla þau að setja sig upp á móti forystu atvinnurekenda. Ég sé það ekki gerast sko. Og mér finnst þetta bara orðið mjög alvarlegt spursmál hér lýðræðið í þjóðfélaginu og ég hef ekki trú, ég segi nú bara eins og því hérna að ég á eftir að sjá það að VG fara að setja lög á þetta núna. Atvinnurekendur sem búin að tala það að fámennt verkfall lykilstarfsmanna sjálfsögðu í Eflingu sé að setja hér allt á annan endan og það er þvílík hætta sem þeir eru búin að lýsa en þeir hika ekki við að senda svo 20.000 manns heim. Loka samfélaginu. Hvað eru þeir að búa til? Akkurat. Nú eru þeir gerendur, þannig að við verðum að spyrja, hvað gengur þeim til? Já, akkurat. Það er ekkert óhæðilegt að spyrja að því. Hver er tilgangun að þessu? Hvað mun það kosta samfélagið að senda, einmitt eins og þú segir, 20.000 manns heim úr vinnu vegna þess að það er verið í baráttu að kjara viðræðum til þess að ná að bæta kjör fólksins. Þetta eru þetta bara alveg stórmerkilegt að upplifa þetta og sjá hvað gerist og ég held að það verði mjög áhugavert að sjá atkvæðagreiðslu þetta hjá fyrirtækjunum hvort að, ég er alveg vissum að eins og þú segir að þarna eru stóru fyrirtækin að fara að taka ákvörðun fyrir litlu fyrirtækin sem að munu ekki hafa bolmagn til þess að mæta þessu og þá spyr maður sig hvernig verður staðan í kjölfarið. Þannig að maður átt að segja bara ekkert á því alveg hver tilgangun er. Það er eiginlega svolítið tvennt í þessu. Ég held að þessi dæmi ofstopa, það sem á að berja Eflingu félagið sjálft í hlýðni, með því að fara með refsuvöndin á alla þeirra félagsmenn, eða félagsfólk, 20.000 manns, og auðvitað hefur myndið að hafa gríðarlega áhrif inn í samfélagi, það er ekki nokkur vaf á því. En það á nú að bara lemja þetta niður. Það er ekkit annað sem blasir við manni. Má ég vitna í Halldór Benjamin? Hann segir í blöðunum í morgun minnstur sem er að teiknast upp á íslensku vinnumarkaði þetta. Efling hefur undir núverandi forystu gert 5 stóra kjarasamninga og alltaf farið í verkfall. Það er tími til þess að brjóta það upp. Já, og stoppa þetta, er það ekki? Já. Ég held að það komið fram í þessa grein líka, þó kannski sviðbót sér frá mér, en það er akkurat þetta sem er að gerast. Það á bara að lemja fólk til hlýðni og þeir ætla að sjá til þess núna, eða reyna að sjá til þess að þessi forysta, hún verður brotin á bakaftur og þessi aðferðafræði. Því það er alveg rétt sem að Sólveig Anna hefur bent á að þau hafa náð árangri í gegnum verkföll, þau hafa gert það var ekki dregin nein önnur ályktun, heldur en svo, og við til dæmis sjá forvera Samekis í SFR, við fórum í verkfall bæði 2015 og síðan 2019. Við sömdum þá í nóttina þegar verkfall átti að hefjast, því að þá var komin svo stað upp og hægt að reka okkur út úr húsnæði sáttasemjara, þá kom nálgunarbann og við stóðum fram yfir því að hvort að við ættum að loka spítalanum bara út af COVID, svo hlustuður vitið það var ekki út af það átti að fylgja svo það var ekki alveg komið en það var út af því, það var bara ástandi var þannig í samfélag, það var fara á hliðina við vissum ekki hvort að þjóðin var að deyja eða hvað var að gera en það voru ágæti samningar, það var styttingu vinnuvökunar og fleira sem var þar komið í höfn, þannig að það var ágætt en þetta er alveg einsýnt að þau hvað þess að ætla sér með Halldór Benjamin í stafni en það er eins og að minna Kristján líka þetta með litlu fyrirtækin sem þola ekki svona stöðun. Svo veit maður það ekki hversu digra sjóði SA á til þess að hjálpa þeim fyrirtækjum Það halda svona 4,5 milljarð. En til samanburðum að geta þess að þegar Reykjanesbrautin teftist einn dag að þá taldi Icelandair sig hafa tapað milljarð þann daginn.
Þannig að SA getur aldrei borgað fyrirtækjur tapið af 20.000 manns legginni vinnu, það bara klárast fyrir hádegi, sko. Já. Það væri mjög langt svo held ég. Þannig að, en auðvitað, spurningin er hvort að, eins og ég nefnt hérna, hvort að lagasetning sé það sem að SA sé að knýja á verið að reyna að þröngva einhverju slíku í gegn. Maður auðvitað veit það ekki, hvort að það sé útgangspunkturinn, að þeir ætli sér ekki að semja, þeir ætla sér að láta einhver aðra leysa þetta vandamál þeirra, og það auðvitað, ef að sú staðir uppi, þá er það orðið mikil nýbreytni líka á vinnumarkaði, að atvinnur getur allir að treysta á aðra til þess að leysa sín vandamál. Og ef að ríkisstjórnin gerir það, þá er líka komið furðulegt fordæmi. Já, þeir ríkisstjórnin getur ekkert stigið inn í þessa deilu á þessum tíðanpunkti. Það er bara augljóst í mínum huga. En er þetta ekki alveg rétt að þessi aðgerð stór pólitísk? Þetta er pólitísk aðgerð í raun og veru. Að leiðar í Morgunblaðsins á laugardaginn, sem er þá skrifaður sennilega kvöldið áður, hann var búinn að setja þetta upp. Að ef að ekki næðist saman helgina, sem að væri lítil von, þá myndi skella á víðtæk verkföll og þá myndi ekki langt að bíða að ríkisvaldið yrði að ganga inn í. Og það er þarna einhver öfgahópur í atvinnurekendasambandinu með aðstoð Morgunblaðsins, sem kemur kannski ekki óvart, sem ætlar að drífa þetta í þessa átt. Það má bara ekki semja við Eflingu, bara alls ekki. Þetta er líka kannski þú segir öfgahópur, að þetta er að teikna svolítið mynd á stærra samhengi líka. Gleymið því ekki að núna inn á þingi að það er búið að leggja þar frumvarp að draga tennurnar úr hreyfingunni, að raunverulega sko að lama hana og að gera hana að sem sagt draga úr afli hennar, þannig að þetta verði ekki svipur hjá sjón. Það er ætlunin, það er vilji ákveða hluta þingmanna að gera það, sem að er bara hluta svona stærri stefnu. Það er ekkert skrítið að við þessi litla þjóð hérna skulum hafa byggt upp þetta velferðarsamfélag á undanförnum áratugum. Og það gerist fyrst og fremst vegna þess að við höfum þessa víðtæku almennu samtök sem að verkalýðshreyfingin sem knýr á að réttindi og velferð í samfélaginu og tekst að leggja sitt á óskalarnar. Alveg bursið frá því hvað stjórnvöldur að gera hverjum tíma. En Kristján, í stríð er það þannig að sá sækja fram sem að telur sig sjá veikleika í anstæðinum. Er það þannig að ef að SA er herskára núna en það hefur verið undir öfgahópi sem Sigurður segir, en nefnilega sem er bara herskára sem er augljóst að sé. Er það vegna þess að SA metur það að verkalýðshreyfingin sé ofsundruð og veik til þess að standa þetta af sér? Saman með frumvörpin sem að... Já, einmitt. Það má auðvitað velta því upp hvort að það sé gameplanið, að sögum þess að staðan er eins og hún er. Hreyfingin hefur verið meira samstíga áður og þetta er styrkurinn í því að vera samstíga. Ég get alveg trúa að það sé verið að spila það einhverjum hluta, jú, alveg klálega. En það auðvitað brýnir okkur hinn þá líka að ef við ætlum að stoppa þetta, þá verðum við að taka höndum saman og þétta ræðirnar. Ég held að það sé orðið svo aðkallandi að við gerum það að þetta er ekki viðunandi staða að vera undir við þessar kringumstæður. Það er bara, við skuldum okkar fólki það að snúa böngu saman og beita okkur í sameiningu, held ég. Þannig að það verður auðvitað markmið okkar núna ef að maður fær einhverju ráðið. Næstu vikur og mánuði. Það er alltaf tími í það. Það var skella á eftir viku. Já. En síðan koma náttúrulega, þetta eru stutt í samningar sem er búið að skrifa undir hjá mörgum félögum og það er stutt í næstu samningalótu og þá er nú heldur betur brýnt að við séum búin að vinna þessi í okkar málum ef það er mögulegt, sem að ég held að sé. Bara að taka undir þetta. Það er auðvitað er það kannski aðeins annar vingil bara til að byrja með vegna þess að maður svo ég var bara svolítið leiður og vonsvikinn yfir því svona jákvæðu fréttum sem að voru rétt helgina og byrjun helgarinnar og svo laugardagurinn var bara, hafði lítið gerst en það var samt allt svona jákvætt samt og maður ég leiði mér að vona að þetta myndi það myndi finna einhverja farsæla lausn og ég held að svona okkar vopnabræður og systur hafi lagst sig fram að reyna að finna það
En ég held að ég tek alveg heilsugur undir það. Það er alveg ómögulegt að við skulum vera í stöðu þar sem að eru svona, hafa komið fram brestir í svona, hvað ég segja, í samstöðun á vinnumarkaði frá hérna hendi launafólks. Við höfum verið og staðið svona sterkari saman í svona sögulegu samhengi og ég held að það hafi alltaf sko styrt okkur og hjálpað til þess að berjast fyrir okkar málstað og ég held að sé rétt að ef að í þessu sko herská og orðræðu sem er bæði svona, hvað ég segja, innan vinnumarkaðar svo líka á þinginu, hjá einstökum þingmönnum þegar koma til þessi viðtalsþætti og lýsa sínum skoðunum á vinnandi fólki og samtöku þeirra, að þá maður setur stundum bara hljóða. Hvað þetta fólk kemur eiginlega. Og þau verðast meta það að nú sé lag. Já, ég hugsa það. En við metaði akkurat þannig. Þau voru líka með þessa skoðun í fyrra, hitti fyrir og þarðu, sko. Þannig að þau kjósa að koma með þetta núna. Já, en það er, kannski vegna þess að það jarðverðum sé eitthvað frjóri fyrir svona orðræði, ég veit það ekki. En ég held að almennt líka þessi sko harkalega orðræða og vera ekki í samtali, heldur alltaf í einræðu sko hvað sé best og réttast í þessum heimi. Sem að hérna sem er sko, yngri til með stjórnmálafólk við hefur, að það manni finnst það dapurlegt að hugsa um þetta. Þess að það er eins og hérna fólk er búið að gleyma því sko hvernig hérna af okkur og ömmur, ég tala ekki af að þeirra og ömmur, hérna lifðu hér á þessu landi og þurfti að berjast fyrir sko betra samfélagi og berjast fyrir hérna skiptingu auðsins sem á sínum tíma var kannski ennþá harkalegri misskipting heldur en við sjáum í dag þó hún sé alveg næg og þarf að berjast gegn henni og allt það. En samstæðan skiptir máli. Og okkur mun alltaf ganga betur ef við stöndum þétt saman. Ég held að það sé alveg staðreynd. Og ég held að ef ég má grípa boltan hérna aðeins, ég held að við höfum líka sýnt að leið og það er sótt að okkur, að þá erum við tiltölulega fljóta að snúa bökum saman og verjast og ég held ef að stjórnvöld eða stjórnmálamenn telja að það sé gott að nýta færið núna, þá er ég nokkuð vissum að það getur snúist illilega höndunum að þeim. Þannig að fólk verður fljótt að rísa upp. Já, ég vona nú að þetta sé rétt hjá Kristjáni og þeim Þórarni að verkalýðshreyfingin er mikið afl og auðvitað ef hún stendur saman að þá hefur hún gríðarlega áhrif, það hefur sýnt sig í gegnum söguna og það er auðvitað gleðilegt að Kristján hefur tekið af öll tvímælum það að ASÍ og hann standi með Eflingarfélögum í þessari deilu. Það er gríðarlega mikilvægt að það komi fram og fleiri mættu halda því merki á lofti. Og einmitt núna þegar að kannski næsta vika sem að verður örugglega full af yfirlýsingum á áróðri og jafnvel hatrumum yfirlýsingum og bóða að þá ætti það svo sem ekkit að spilla fyrir að menn sjáu bara grunngildin í þessa gríðarlegu árás á 20.000 vinnandi fólk. Þetta er ótrúlegt alveg. En í þessari umræðu svona undanfarnar vikur að þá ef maður tekur svona bara því kannast við þess að spjallþætti og hvernig fréttamenn spyrja viðmennendur sín og svona þá virðist manni að kannski svona bara virðingin fyrir samningsrétti og verkfallsrétti eða verkfall séu sko gagnleg í baráttu launafólks fyrir bættum kjörum ekkert vera íkja mikil. Það er svona eiginlega verið að ganga, það verið bara að gera eitthvað í þessu, það er einhverju tveir sem er að deila, nú þarf einhver sko pabbi eða mamma að koma og leysa þetta. Þetta er alveg lúmst áberandi sko viðhorf sem að brýst fram í þessum spjallþáttum og oft hérna, þið sjáu það að það er valla að byrja verkvall áður en að fréttamenn fer að spurja sko ráðherra hvort að þeir ætla að grípa inn í sem að svona í sögulegu samhengi og það að sé að fólk hafi samið kaup og kjör með þessum hætti sko í 100 ár meikar eiginlega sens sko að það sé byrja bara strax að rukka inngrip stjórnvalda. Þið ótti það ekki að það hafi bara það hefði verið talað svona langa tíma sérstaklega á almenna markaðnum þar sem ekki voru verkvöll og umræðan var ekki með þessum hætti að þetta hafi bara fennt yfir ykkur spór. Já, það er, þetta er alveg rétt að umræðan byrjar ofboðslega snemma að grípa inn í og taka í raun og ganga að þessum samningsrétti félagana. Það eru þetta út af fyrir sig alveg gríðarlega alvarlegt að félög fá ekki það svigrúm til þess að ganga frá kjarasamningum og beita í raun og veru þeirri pressu sem þarf til. Það er aldrei, mjög sjaldan þannig að við semjum öll í einu til dæmis.
og ef að sú stað er komin upp að eitthvað eitt félag sem ekki næri eða eitthvað einn hópur, ef við tökum bara eins og iðnaðarmanna hópinn sem að ég kem úr, ef að sá hópur fær ekki það svigrúm til þess að ná kjarasamningi áður en að það er farið að grípa inn í annarkvort á löggjafarvaldinu eða með inngripi frá ríkissáttasemjara sökum þess að við eigum að taka upp eitthvað annað, þá er það verulega slæm staða og við megum alls ekki, eigum ekki að láta það viðgangast og samningsrétturinn, verkfallsrétturinn, þetta eru okkar grunnstóðir og grunngildin í okkar hreyfingu og við verðum að verja það er alveg klárt. En það er líka aðeins í þessu það er einhvern veginn þannig sem að getur virkað svona spennandi dægur flugur en bara held ég ekki mjög góð þróun að það er þessi leit að spennumómentinu, leitin að hasarnum. Það er alltaf verið að búa til hasar úr einhverju sem að ekki hasar. Bara því eðlilega ferli það er alltaf verið að brjóta upp hvar eru slagsmálin og hvar rennur blóðið og það þarf að vera eitthvað fréttnæmt og bara sem dæmi þegar sjómenn voru að semja daginn að manni fannst einhvern veginn nú þeir eru búin að ganga frá samningi, hann er til 10 ára, það er alveg fáheyrt og hvað voru þeir að semja hvað var þetta á bakvið og svo framvegis. Í eðlilegu svona samhengi að þá hefði þetta verið fjölmiðlar hefur verið fullir af fréttum og útlistingum og var að kafa í samningin og hvað gerðu þið akkur þetta þorið að semja til svona langs tíma og hvaða breytingar eru í samningnum og ég hef ekki séð neina út þetta þetta er sögu þeir komu hingað Rauðaborðið og sáttu þetta er söguleg stund 3 kortir að útskýra það vegna þess að það var svo flókið samningur eini fjölmiðla þátturinn sem hefur útskýrt þetta vegna þess að það tekur tíma að fara í gegnum þetta er flókið mál það er ekki sjómannir flókin það þarf eitthvað svona að hugsa þetta og það þarf að skýra út það hafði engin fjölmiðl áhuga þessu heldur bara, hvað er að gera steflingu hvað eru slagsmáli, hvað rennur blóðið hvað getur við farið og þegar það upp og sínt fyrstur með fréttinnar og allt þetta og þetta er í sjálfsvöldi slæm þróun af því að þessi hamagangur sem að það er margur krafturinn sem hefur áhrif á þetta í okkar daglega lífi bara eins og með samfélagsmiðluna og fjölmiðluna sem við ráðum orðin sjálf í okkar daglega lífi það sem að orðræðin er orðin óvægin og það má ekki gerast neitt á þess að koma mynd á vefinn með það á alltaf að vera hraðsóðið og það gerast hér og nú þar sem hasarinn er í svona venjubunna svona dýpri vinnsla fær ekki umfjöllun sem er bara vont mál þess vegna sittum við alltaf svona lengi herðu, en það er annað í þessu sem er svona gengið út frá það hefur náttúrulega var reynt að koma á svo kvöldu saleg og var deilt það innan í Alþýðusambandsins og ég held að sé samþykkt þings Alþýðusambandsins að fara ekki þá leið eftir sem áður er raunverulega verið að þröngva því samningsmódeli upp á allan markaðinn. Það er sami fyrst við eitthvað svona tiltekinn hóp og Halldór Benjamín reynir náttúrulega að íkja það hvað það er stór hópur sem að gefur línuna og svo á að tróða öllum ofan í það box. Og þá langar mér til að spyrja, hvar var þetta samþykkt að þetta ætti að vera leiðin og af hverju sætta fólk sér við að þetta sé leiðin þegar þetta var, það liggur ekki fyrir, saleg var raunverulega hafnað. Hvernig, af hverju ganga aldrei út frá því að þetta sé leikreglurnar? Já, það hefur nú reyndar, þetta er orðið svolítið eldri saga svo sem að þeir sem semja undan að þeir setja fordæmi fyrir hinna. Það hefur hins vegar aldrei verið svona þessi áróður svona ofboðslega sterkur eins og kemur núna frá atvinnurekendum að það sé bara búið að læsa og setja þrálása og það sé bara ekki hægt að opna og geta engin mannlegur máttur opna dyrnar aftur. Það er svolítið nýtt, það er alveg rétt og Saleg-samkomulagi gerir þetta ráð fyrir miklu víðtækari samkomulagi í þjóðfélaginu velferðarkerfi, skattamál, þar sem að ríkisvaldið er auðvitað alltaf þriðja hjólið. Ríkisvaldið hefur ekkert komið nálægt þessum samningum. Þannig að hér vantar auðvitað mikla forsendur fyrir því. En samt keyra þeir þessa línu áfram miklu harðar heldur en nokkuð hefur gert. Er það út af því að þeir telja sig fært að gera það í þessu pólitíska ástandi sem nú er? Eða vegna þess að verkalýðshreyfingin sé ekki eins samstíga eins og hún hefur verið? Eins og þú komst inn á áðan, það gæti svo sem alveg verið. Ég held að sé líka annar þáttur í þessu að þegar tala pólitískt ástand að það vekur furðu í þessu 3 flokka samstarfi að einstökum flokkum eða
einu flokki, eða hvernig sem orðum það nú, bara líðst allt. Það ekkert sem brýtur þetta samstarfið upp. Bara nákvæmlega sama hvað á dynur. Og þetta svolítið sama held ég það sem að þetta litar alveg örglega inn í þessa í hennar hóp sem að líka að stýra SA og þetta náttúrulega nátengdir aðilar. Og það alveg með ólíkinn að hlusta á framkvæmdastjórann þeirra, vera að tala eins og hann bara sé með fagnaðarerindi eða sé að koma bara með leirtöflurnar niður á Sínaífjalli. Að þetta eru bara boðurinn 10, þau eru þessu og svo þetta þulið aftur. Og það er ekki sem segir það og þetta ekki saleg hugmyndafræðin. Þetta bara valdbeiting og ofbeldi. Þetta ekkert annað. Að segja stöðut við alla viðsemjendur, þið fáið ekkert annað heldur en þennan samning sem við náðum í fyrstu lotu. Þetta alveg nýtt. Og þetta hefur ekkert með saleg að gera. Af því saleg eins og Sigurður að fara yfir ákveðin hugmyndafræði sem við náðum í rauninni aldrei að ræða til hlítar. Þess að voru þættir að það sem fólk var bara vaktu upp andúð og andstöðu og það var eiginlega það sem litaði umræðan í kjölfarið þannig að við áttum aldrei möguleika held ég að ná heildarmyndinni. En nota bene, bara til að segja það, alveg hægt að segja það opið, að til þess að hagvaxtar aukinn, hann var hluti af einni hlið af saleg hugmyndafræðinni. Það að segja hagvöxtur samfélagsins myndi skila sem reglum hætti til líka launafólks. Þetta bara einn lítið langi En boxi sem að vera tróðarlagi og mann þetta alveg sem að Sigurður að vitna til, en var það ekki frekar þannig í gamla daga að iðnaðarmenn gátu komið með og það nú tæknibreytingar sem að eiga sér stað og það leiði til þess að við getum sótt og þegar eflingar að reyna þetta sambandi við húsnæðiskostnaði Reykjavík þá bara öllu ítt að borðinu að það sé ekki til umræðu annað en að kyngja þeim samningum sem fyrir líka. En það, akkurat, það sem að ef maður rifjar aðeins líka upp af hverju saleg fyrirkomulagi stoppaði. Þið munið kannski hvað gerðist á þeim tíma. Þá var kjararáð sem að úrskurðaði launahækkanir fyrir alþingisfólk upp á 50% eða svo. Og á sama tíma var vinnumarkaðurinn búin að meta sem svo að svigrúm til launahækkana væri, eða semst hversu stóru kakan væri, að það væri 32% sem var hægt að semja á 3 ára tímabili og útfærslur á þessu. Og þarna var augljóst að ríkið ætlaði að fara og vera eyland í þessu. Það ætlaði ekki að taka þátt í einhverju heildarvegferð. Alþingisfólk fékk það sem að þurfti eða vildi. Stjórnendur í hinu opinbera fengu sambærilegar hækkanir á meðan átti fólkið að sitja eftir. Þú með sömu stöðu á almennum markaði núna, hefur þú séð launin sem forstjóri Skeler með eða forstjóri Símans? Já, nákvæmlega og það eru þetta og millistjórnendur hjá þeim eru bara með 3-4 milljónir mánuði. Já, þetta eru svakalega öfgar sem er í þessu og það eru þetta það sem að leið og við náum einhverju heildarmynd, bara hvernig samfélag ætlum við að byggja upp og hvernig ætlum við hvað ætlum við að nota í heilbrigðiskerfið og þjónustu, innviðina. Hvernig ætlum við að nota barnabætur til að styðja við barnafjölskyldur? Hvernig ætlum við að nota okkar sameiginlega sjóð til þess að styðja við fólk sem er á leigumarkaði, vaxtabætur og allt þetta? Leið og við náum einhverju heildarmynd þarna, að þá getum við að fara að ræða einhverja leiðir til þess að vinna með. En á meðan það er ekki, að þá erum við bara í þessari stöðu. En þessi hugmyndafræði hún ætla, já, ég held að það sé bara langt í að við komumst í eitthvað svona aftur. Ég hugsaði þegar þú varst að þyljað upp þar sem við þyrftum að ræða, þá var ég að hugsa hvar fer þetta samtal fram? Akkurat. Þetta samtal fer fram að einhverju leyti þegar við setjumst við samningaborðið. Það fer fram að einhverju leyti í þjóðhagsráði yfirborðskennt, verulega. En það er meira svolítið vera að kasta fram einhverju en endir kannski mættu vera mun meiri finnst manni. En þetta samtal sem líka, þetta fer fram líka í bara kjörklefunum.
Já, þar ákvörðunin stóra. Þar ákvörðunin tekin sko hvert við erum að stefna. Svo veist ekki hvað gerist við þau atkvæði. Nei. Kjósendur VG hafa þurft að það. Já, svo verður alltaf þessi 25% sem að ráða öllu. Já, ég meina, þú veist, alveg sama hvað ég hef kosið í gegnum tíðina, Framsókn alltaf í ríkisstjórn. Þar höfum við áhrifin. En ætti verkalýðshreyfingin ekki samt að berjast fyrir ykkur á þessu? Jú, að sjálfsögðu. Það ætti að hafa bara miklu pólitískari áhrif. Miklu meiri. Þar eru við alveg hjartanlega sammála. Og sko, pólitísk áhrif í þá veru að búa til sterkara velferðarsamfélag. Gleymi því ekki að þetta, þetta systurlíkan efnahagslegan stöðuleika og félagslegan stöðuleika var krafa verkalýðshreyfingarinnar og þá ætluðu stjórnvöld að taka bara efnahagslega stöðuleikan og fara að vinna á honum og það þurfti alltaf átak til að berja hitt inni sem var í samningunum þá, sem man ekki hvaða ár var. En það akkurat þetta sem vantar svolítið í hjá okkur, ekki svolítið, töluvert, að það þessi félagslegi stöðuleiki, þar sem við ætlum að tryggja það að fólk hafi það, hvað ég segja, gott í okkar velferðarsamfélagi. Það bara þannig. Og það ekki þessi félagslegi stöðuleiki, hann ekki fyrir hendi. Og við sjáum það bara svo víða sem að þurfa að þylja það upp með leigumarkaðin og fátæktina og guðmáta hvað. Og hinir sækja á. Og hinir sækja á, það alveg rétt. Og við erum ekki núna, við erum ekki að nýta tækifæri sem að í þessu góðæri í þessu landi núna með sko jafnari dreifingu auðæfana sem við eigum saman. Við erum ekki að nýta það. Og náum ekki að móta samfélagi takt við væntingar meirihluta þjóðarinnar? Nei, bara alls ekki. Það ekki tekið mark á því. Það sko alveg rétt. Herðu, við skulum enda á svona svartsýnum nótum. Kristján Þórarinn og Sigurður, kæra þakki fyrir að koma hérna. Og nú ætlum við að fara úr þessum hörmungum í enn verri hörmungar. Við ætlum að tala jarðskjálftana í Tyrklandi eftir augnablik. Nú snúum við okkur til Tyrklands og landamæri Tyrklands og Sýrlands sem að, eins og allir vita, hafa varð jarðskjálfti og halda áfram jarðskjálftar. Íris Björk Kristjánsdóttir bjó í Tyrklandi í 4 ár og vannst meðal annars á svæðinu sem þarna. Ástandið náttúrulega hryllilegt og það eiginlega heldur áfram að versna. Það voru jarðskjálftar hann í dag. Já, það var jarðskjálfti núna fyrir cirka 2 tímum. Og hann var einmitt upprunnin var á svæðinu í Hatay, í Antakya, Antakya í Hatay, sem við landamæri Sýrland, sem fór hvað vest út úr síðasta jarðskjálfta. Þannig upptökin núna var bara 2 metra dýpi og þá hann hefði nú bara verið 6,4, þá upplifði fólk þetta ekkit mikið minna sýnist mér og það búið að vera núna
flóðbylgi viðvörun allalega niður til Palestínu og allt kring, en vonandi hefur það sloppið. Já. En sem sagt, ég bjó í Tyrklandi ég flutti til Tyrkland 2017 og í rauninni var að vinna þar í tæp 5 ár og var hérna síðasta árið svona í COVID-útlegð hér á Íslandi, hluta til, en var að vinna í mörgum þessara borga, mestmagnis í Gaziantep sem að hýsti alltaf 500.000 flóttamenn, bara sú borg ein og sér, og svo það Sanli Urfa sem önnur borg við hliðina sem með aðeins færri en yfir 300.000 og Adana og þetta borgið þar sem að búa hvað, 1 milljón í eða? Já, þetta ykkur, held sér 2 milljónir í Gaziantep og til dæmis, en svo önnur borg til dæmis Kilis sem suður af Gaziantep, þar meirihluti flóttafólk íbúað í dag eru flóttamenn frá Sýrlandi. Og þannig mér telst, ef maður svona ímyndað sér töluna, því það eru auðvitað skráðir flóttamenn í hverju borg fyrir sig, en skráðir flóttamenn þýðir í rauninu bara þeir sem hafa fengið viðurkennda stöðu. Það þýðir ekki endilega að sé heildarfjöldi þeirra sem eru í borginni. Þannig að þetta sé ekki undir 1 til 1,5 milljón flóttamanna sem eru í þessum borgum sem eru hvað vest úti. Og þá ég ekki að telja með alla þá sem eru í norðvestu Sýrlandi. Þannig að þetta svæði sem að var undir svona miklu álagi út af flóttamannaströmmnum. Það mesta í heiminum. Það engar borgir að landi í heiminum sem hýsir álíka fjölda flóttamanna og hlutfallslega líka í rauninni. Hlutfallslega reyndar rámt hjá mér að segja það því að Líbanon með hlutfallslega fleiri en svona borgirnar per se, þessar borgir. Hvaða áhrif höfðu jarðskjálftanir á þessa stöðu sambandi við flóttamenn? Nú það er mjög erfitt að segja nokkuð á þessu stíði málsins, en ég get giska á nokkra hluti. Eins og það að það sem ég ætla að giska á að það blokkir sem fóru hvað vest voru auðvitað blokkirnar sem voru ódýrastar og vestbyggðar og þar býr fátækasta fólki og það mjög líklega að hlutfallslega hafi að mjög margir flóttamenn hafi búið á þeim svæðum. Í Tyrklandi eru Sýrlendingar ekki í flóttamannabúðum og hafa nánast ekkert verið. Þetta var í upphafi var það kannski 5% alls fjöldans af þeim tæpa 4 milljónir sýrlenskra flóttamanna í Tyrklandi og það voru kannski innan við 5% framanna í flóttamannabúðum, en nú held ég að sé kannski 2% sem eru á einhver svona afmörkum svæðum. Það búa allir inn í borgunum og stór hluti eru auðvitað þeirra sem urðu eftir í Tyrklandi og urðu eftir á þessu landsvæði eru í fátækari oft kantinum, í mestmegnis, þó að sé alls ekki algilt. Það auðvitað líka fjársterki sýrlendingar sem fóru yfir og komið sér vel fyrir og komið sér upp fyrirtækjum, en mestmegnis, þannig að svona mig grunar að það eftir að koma í ljós að flóttafólk hafi farið verulega illa og nóg voru erfiðleikarnir fyrir. Það búið að vera mjög slæmt efnahagsástand í Tyrklandi í mörg ár og sérstaklega síðustu 2 ár. Fólki í vinnu á ekki í sig á, fólki í heiðalegu starfi á ekki í sig á. Það var hryllilega verðbólga þarna? Já, og spennan á milli Tyrkja og Sýrlendinga hefur verið að aukast og hún hefur verið orðið meira bitbein núna í kosningunum sem eru framöndan í Tyrklandi. Og svo bara eins og þau komið fram í fréttum, það er fátækt, það eru erfiðleikar, það er kuldi núna og svo fram til göttum og það einhvern veginn ekki hægt að ná utanum það, þetta sama svæði og hýsir flesta flóttamenn í heiminum og búið að gangi gegnum þessi efnahagsþrengingar í COVID og svo fram til göttum að þetta skulle gerast akkurat þarna, það ekki hægt að ná utanum það og þó að það komi ýmislegt fram í fréttum á Íslandi og víða, þá held ég að það sé mjög erfitt að gera sér hugalund hvernig ástandi í Tyrklandi. Það svakalega erfitt og þó að Tyrkir sem að jafnvel ekki ættingja eða tengsl, þeir sofa ekki á nóttinni. Annars það alls þar í Tyrklandi? Já, margir hverjir. En þetta svæði nú, Tyrkland fjölmennland og svona sæmilega stórt líka. Þetta svæði, það einhvern veginn öðruvísi heldur en Tyrkland almennt? Já og nei. Það mér sætt að segja að hver borg fyrir sig hefur mjög sterk sérkenni og til dæmis Gaziantep sem mikil iðnaðarborg, það mjög mikil framleiðsla þarna, þetta borg sem þetta UNESCO World Heritage Gastronomy borg, þannig að matarmenningin þarna, hún fræg, þeir að senda baklava til Asíu á hverjum degi. Þannig að þetta mjög mikið stolt og þetta mjög svona sterk sérkenni í þessari borg. Svo ferði yfir til Sanli Urfa, þá ertu komin svolítið allt annan heim. Það margir til dæmis Turkmenn þar, það líka sterkir kurdamenning þar og svo fram til göttunum.
og svo fyrir til Adana, þá ertu komin dálítið í Altana, það dálítið frjálslindara og opnara. Þetta er svo Ottoman veldi var, það var sem að svolítið svona skipt eftir þjóðum borginnar. Já, nema á tímum... Allavega sinn vasa einhvern veginn. Já, akkurat, en á tímum Ottoman, þá voru það samt mikið fjölmenningarlegri, þessar borgir. Það voru fjölmargir gyðingar sem að byggja þarna. Sem farnir. Já, og til dæmis í seinni heimsstyrjöldinni, þá var Tyrklandi eitt af þeim löndum sem tókum út í gyðingum. Þegar til dæmis við gerðum það ekki. Og þeir settust margir hverja þarna, til dæmis í Gaziantep og víðar. Og armenar, kurdar, gyðingar, auðvitað sýrlendingar og tyrkir og þannig þetta var mjög fjölmenningarlegt í rauninni umhverfi. En nú náttúrulega engin ræður yfir jarðskjálftum, en samt sér maður að þessi gagnrýni á viðbrögðin, gagnrýni á byggingariðnaðinn, gagnrýni á stjórnvöld. Já. Hvernig þetta að ræða þetta eitthvað, hvað árið þetta hefur svona á samfélagið og... Þetta er náttúrulega, þetta er mjög erfitt ástand núna og mikil reiði í landinu og ásakanir sem ganga á víxl og það eru ýmsar sögur líka. Eitt af því sem auðvitað er mjög erfitt núna, það er þessar falsfréttir sem eru mjög ríkjandi, þannig að það muni örugglega taka einhverja vikur og mánuði einhvern veginn að fá rétta mynd af stöðinni. En til dæmis eitt af því sem ég heyrði nýlega frá tyrkneskum veginn, það er að það hefur verið 2 verktakar til dæmis í Hatay, allt sem þeir byggðu hefði staðist. Á meðan fjöldi nýbygginga, luxusbygginga, hrundu alveg bara eins og spilaborg, þú veist, það stóð ekki steini við steini. Þannig að það eru svona ásakanir það að það hefur verið, því, ég man ekki hvort það var 1980 eitthvað eða 90 eitthvað sem var ný reglugerð í Tyrklandi og eftir það, allar byggingar eftir það eiga að uppfylla ákveðna staðla. Það kemur alltaf í umræðuna eftir jarðskjálfti í Tyrklandi aukna kröfur og byggingar. Já, og það eru búin að vera síðan, segjum 87, ég slæði fram einhverju tölu, ég man ekki hvernig það var, að þá eiga allar byggingar að standast á staðla. Og það nokkuð ljóst að allar þessar nýbyggingar þessu svæði gerðu það ekki. Og þá eru umræðan það og gagnrýninni að það hafi verið hægt að kaupa sér frá þessu. Og þetta hafi í rauninu bara ekki haldið. Og þetta sé hluta af einhverju spillingu og þetta er auðvitað eitthvað sem verður bara, umræður verður mjög mikið þetta á næstunni. En ég finn það á svona tyrknesku vini mínum að reiðin er gríðaleg og auðvitað verður maður svona svolítið áhyggjufullur því að Tyrkland er svona, ég hef upplegað sem eitt annað land og því ég finn hvernig spennan er að magnast og reiðin er að aukast og að bara hvað gerist núna næstu vikur og mánuði í landinu. Magnaði þá spennu sem að fyrir var. Já. En varðandi verktakana þá náttúrulega var svona efnahags undur Erdogan var keyrt áfram af byggingariðnaðinum. Það var byggt bara linnulaust út allt og það var svona búm í byggingariðnaði búið að vera þarna bara í 20 ára eða eitthvað. Þannig að kannski ekkert ólíklegt að þarna hafi verið svona spillingar. Já, þetta er náttúrulega þetta er náttúrulega 80 milljóna land og það er búið að vera gríðaleg uppbygging í Tyrklandi. Ég til dæmis búin að keyra víða og vegirnir eru alveg til fyrirmyndar. Heilbrigðiskerfið í Tyrklandi er alveg til fyrirmyndar að mörgu leyti og það er hefur alveg verið heilmikil uppbygging en það er svona nokkuð ljóst að það hefur líka verið einhvers konar illa staðið að einhverju öðrum hlutum á sama tíma og jú, það er alveg, það kemur fram að það var núna í október held ég það hann hafi lofað, það kom yfirlýsingum það að sem hann ætlaði að byggja upp x mikið í landinu næstu 2-3 árin og að þetta fara að spýta enn meira í þannig að þetta hljóta öll þau plön að vera í ákveðnu uppnámi núna því að það hljóta allir verktakar landsins að þurfa að fara í það að bara það hreinsa svæðið þessar borgir og ég má aðeins staldra bara við Hatay af því Hatay þetta er eina okkur elstu borgum og það er mér ég held að hugtaki Christianity hafi fyrst komið fram í þessari borg og þetta er bara vagga okkar siðmenningar eins og við þekkjum hana hún er nánast jöfnu í jörðu og það eru fornminni, það er bara allt farið það eru heilu hverfin sem eru það er ekki, þú veist, það er bara ekkert annað lengur og það er til dæmis ein vinkonu mín í Ankara, kennari í háskóla þar í viðskiptafræði, hún er frá Hatay pappinn var apótekari og öll hennar barnaska þurrkaðist út og allir hennar æsku vinir, það er bara farið og hinar borgirnar eru að hluta til eins þetta er bara, og þannig bara eyðileggingin og þú veist, fyrir utan mannslífin sem eru farin, þá eru hörmungarnar sem eru núna líka á
hjálparstarfsmenn er með að koma hjálpargögnum á staðinn og það er ekki hægt að ná utanum þetta þó svo að í rauninni séu allir að leggjast á eitt, það er alveg saman hvort það sé frá Japani eða Suður Kóru eða Íslandi eða Evrópusambandinu eða hverjir sem er að mæta á svæði núna og Sameinuðu þjóðirnir og allir hjálparlegar, þá er umfangið og stærðin að þessu einhverju gráðu sem að ég heldur aldrei sjá þér. Nei, fólk hefur sagt að það hefði ekki verið þjálfað til þess að eiga við svona ástand. Nei, við eigum bara ekki, þó að allur mannskapur sé lagður í þetta, þá það bara nærða ekki til. Er komin eitthvað svona áallun það hvað eru margir sem að fórust? Ég held að sé búið talningin núna stendur í 45.000. Sem hafa fundist að það vita að það er miklu fleiri. Já, og einhverjir hafa giska á að talan geti enda nær 200.000. Það er ómögulegt að vita núna og svo í framhaldinu líka því það er kalt og það er fátækt og fólk hefur ekki húsaskjól og það eru hvað margir eru á vergangi? Það eru einhverja milljónir, ég held að sé kringum 2 milljónir sem sofa úti og það er vetur, það er skíta, ég verið þarna vetur, það er bara, þetta er svo íslensk nótt, þó að sé hlýrra stundum á daginn, þá er rakin og kuldin nóttinni anstíkilegur. Þannig að þetta þarf að endur byggja upp eins og bara heilu borgin og heilt samfélag. Já, miljóna samfélag. Og þannig að það er þá líklega í heiminum myndum að rækla að það væri þá verkefni fleiri en Tyrkja að reisa þetta við. Já, með hvernig efnahagsástandi var fyrir þá er kannski ekki alveg augljóst að sjá hvernig þetta á að eiga sér stað og hvernig verður það þessu staði en það eru allir að leggjast á eitt og það er kannski eitt að góða við að það er náttúrulega ekkert gott í svona hörmungar en það er fallegt að sjá hvað alþjóðasamfélagi er að taka sig saman að reyna að spýta í. Ástandið í þessum manna að gera var erfitt fyrir. Það var auðvitað stríð í Úkraínu og baráttan eftir stuðningi og var bara orðin ansi slæm eftir COVID, eftir núna, eins og sagði átökin í Úkraínu. Þannig að auðvitað þegar svona katastrófa verður á einu stað þá harðnar enn baráttan eftir stuðningi. En ef ég má kannski aðeins minnast í því samhengi á Sýrland, því að kannski fleiri eins og ég sem hafa verið að fylgjast með ástandinu í norðvestur Sýrlandi undanfarin ár, var náttúrulega verulega áhyggjufull því ég sá fyrstu fréttirnar, fyrstu dagana, af því það er bara ein leið opin inn í Sýrland, inn í norðvestur Sýrland, það sem við kallum humanitarian corridor. Og þegar ég sá hvað hefði gerst, þá var nokkuð ljóst að vegirnir og aðgengi inn í borgina mögulega. En sem betur fyrr tókst þeim að opna það, en það þýddi samt það að í marga daga þá barst engin hjálpan inn. Og auðvitað eru margir inni eins og The White Helmets og það eru fleiri sem eru í hjálparstörum inn í Sýrlandi, en það tók ansi marga daga að fá inn. Og sem betur fyrr núna þá samþykkti sýrlensk stjórnvöld að opna hina 2 lífæðirnar inn í Sýrland frá Tyrklandi. Þannig núna eru 3 ár það sem að kallar humanitarian corridors opnar og það eru streyma núna bara trukkarnir inn í Sýrland með matvæli og tjöld og hreinlætisvörur og heilbrigðisvörur og svo fram til göttum. Það vantar allt. Það er ekkert. Það er fátæktin og þetta er orðin 12 ár núna og í svona þessu manna að gera þá ég held að það sé tala 6-7 árin. Þá verður mettun og þá missir almenningur áhugan. Og þegar almenningur missir áhugan á stríðinu þá missa líka aðrir áhuga á... Bóta meina almenning á Vesturlöndum? Já. Þannig að það berast engi peningar til þess að hjálpa? Nei, því fjölmiðlar fara að fjalla þetta áhugin fyrir að dvína og þá fer fjármagni síður þangað. Hvað er stór hluti af þessum hörmungum sem eru Sýrlandsmegin? Þetta er miklu minni, fjöldin er mikið minni. Ég held að í heildina sé þetta, hvort ég hafi heyrt að þetta 3 milljónir sem eru á þessu svæði í norðvestu Sýrlandi sem eru hvað veststaddar. En af þeim þannig ég held að áskoran aðeins öðruvís. Auðvitað fundu þau mikið fyrir skjálftanum og það voru ég held 3-4 þúsund döðsföll í Sýrlandi sem svona uppgjafnar. Maður fer náttúrulega að veita þess að tölur eru ofta afstæðar. En ekki svona stóra borgir sem eru jafnaði við jörðu? Inn í Sýrlandi þá er þetta auðvitað stór hluti þess að fólks þar er í tjöldum og er í flóttamannabúðum. Það eru... En jú, ég held að það er mjög mikið hrun og inn í Aleppo var mjög mikið hrun líka.
og ástandi í Aleppo hefur til dæmis verið mjög slæmt. Það er litla sem ég sé það því það er erfitt að nálgast upplýsingar frá Aleppo með við annars staðar. Þarna hafa heilu fjölskyldurnar þurrkast út og eftirlifendur hafa heila strókast út borgir sem byggu í áður og eru á einhverjum svona undarlegum bara núllpunkti og alls óvíst hvað það ástand mun vara lengi. Þó svo að það sé hægt að reisa einhverja tjaldbúðir, að þá er langur vegur þangað til að þetta verður byggt upp eitthvað samfélag sem að fólk getur lifað innan. Já, það er ekki nokkur leið að ég get ekki átta mig á því hvernig næstu vikur og mánuðir verða og eina sem ég veit núna er að ég kíkja á hverjum degi og ég sé bara að ég er svona skráðin á alla miðla, hvort sem hann sé á Twitter eða samfélagsmiðlum eða hjá Alþjóða Rauða-krossinum eða hvaða og ég sé bara trukkarnir, þeir streyma núna til Tyrklands og til Sýrlands og það er verið að fara með gashittara, það er verið að fara með tjöld, það er verið að fara með svona lítil eldús svona, þannig að fólk geti elda sér bara líku við það sem það er út í opnu og það eru læknar á landamæra, það eru allir að fara niður eftir að reyna að hjálpa og auðvitað bara vonum að það besta en auðvitað er þetta og sem betur fer veturinn stuttur í Tyrklandi þannig að við erum að tala mánuði sem kulda þannig að bara en svo er þetta líka hættu ástand vegna farsótta og annar svona aðstæður það er ekki þetta, það er enga búðir það er enga heilsugjæsla, það er ekki spítalar það er í sumum borgunum er megnið af öllum bara innviðum farið já, á sumum svæðum en í flestum borgunum eins og í Gaziantep þá er fullt sem er ennþá að fungera og það annar kannski ekki því að fá alla hina líka nei, það gerir það ekki en fjöldi fólks hefur farið til dæmis eins og mínir vinir og kollegar sem að tyrkneskir og aðrir sem eru í Tyrklandi þeir hafa farið niður og sótt ættingja sína en þeir fara til Ankara og Istanbul en það hefur verið gefið út núna að stjórnvöld að ef að flóttafólk fer úr borginni og fer annað þá getur ekki vannst þess að fá aðstoð annars staðar þannig ef það vill fá aðstoð frá ríkinu við að finna út úr hlutunum þá þarf það að halda sig heima við sömuleiðis þá var landamærin inn í Sýrland verið opnuð þannig að þú ert með tímabundna vernd inn í Tyrklandi þá máttu fara heim til Sýrlands í alltaf 6 mánuð og svo koma tilbaka ef þú ert með skráður flóttamaður í Tyrklandi og þetta er meðal annars af því að hluti þeirra Sýrlendinga sem eru að eiga fjölskyldu og ættingja inn í Sýrlandi og vilja auðvitað fara að athuga hvort að sitt fólk sé á lífi Herðu Íris, takk fyrir að koma hingað og segja okkur frá ástandinu í Tyrklandi og Sýrlandi. En við ætlum að láta þetta vera nú í bili Tyrkland, við erum nú örugglega að fjalla það síðar meir, en við ætlum að snúa okkur núna að leigjendamálum. Þetta er augnablik. Já, þá er komið að leigjendamálum. Þannig hingað kominn Guðmundur Hrafn Arkinsson. Þetta er velkominn. Takk fyrir. Hvað segirðu? Þú hefur nú eiginlega byrjað að segja okkur eitthvað frá leiguverkvöldum. Er þetta eitthvað, þú veist í Manchester síðast eða stúdentum?
ykkur leiguverkvöld í þar? Já, það eru víða leiguverkvöld og mér finnst það bara við hæfi að tala leiguverkvöld. Mér finnst bara margt benda til þess að þetta séu verkfæri sem að leigjendur eru í auknum mæli farin að nýta sér. Nú, það er mikil saga bak við þetta í Bandaríkjunum. Bandaríkjumenn horfa mjög rómantískum augum til stórs leiguverkfæls í New York 1907 sem að var frumkvæði 16 ára stelpu sem heit Paulínu Newman sem er svona í svona guðatölu hjá Bandaríkjumennum og hún stofnaði til þessi leiguverkfæls sem var þá stærsta leiguverkfæll í sögu New York og þau hafðu fram stórkostlega bætur fyrir 10.000 leigjendur, 2.000 heimili og alltaf þakka þessari 16 ára stelpu og mikið talað hana í þessu samingi þegar maður er að lesa fréttir af leiguverkföllum í Bandaríkjunum. Þá er mjög oft verið að tala þessa stelpu eða benda á hennar frumkvæði og hennar hugrekki og leigjendur svona, valdefla svolítið við það. Nú ég rændur svona yfir miðlana, sjá hvað svona þetta ber hæst í Bandaríkjunum og það eru leiguverkfall sem er búin að standa yfir frá því í september í Atlanta. Ég las nú því mér ekki alveg til þaula hvernig það hefur gengið en ég sá nú bara nýlega færslu frá þeim sem þeir eru ennþá í þessu leiguverkfalli. Og ekkert búin að borga leigusalanum neitt sem í september? Nei. Þannig þetta út af það ganga leiguverkfall að það leigjendur halda eftir leigugreiðslan. Nú það er ýmis konar fyrirkomulag á þessu. Nú í Los Angeles þar eru leiguverkfall tiltölulega algeng og við sagðum þetta frá 3 svona verkfallum sem ég fylgdist með í fyrra. Nú er eitt leiguverkfall að byrja þar sem eru leigjendur í byggingum sem eru 40 byggingum sem eru eigu saman fyrirtækisins og þau eru ekki bara að berjast fyrir því að halda húsnæðinu á viðráðanlegu verði. Þau eru líka að krefja stjórnvöld í Los Angeles að standa við kosningaloforðin sem voru kosin út á og sagðum frá því að það komið réttabætur til leigjenda í Los Angeles. Við tölum síðast reiknivélina fair market rent og það að leigusalinn hann þarf að borga hreinlega leigjendunum út 3 mánaða leigu pluss 1 mánuð í grunnleigu ef leigjandi getur ekki staðið undir þeirri leigu sem hann vill hækka. Og það hafa verið svolítið brögð af því að leigusala hafa bara nýtt sér þetta og nú er komin bara herferð hjá leigjendum í Los Angeles þannig að segja hvetja leigjendur til þess að hafna þessu cash for key eins og þau kalla þetta. Það sem að leigusalar eru bara virkilega svona nýta sér þetta fyrirkomulega og bjóða fólki bara eingreiðslu fyrir að flytja út vegna þess að við það að losna við leigjendan þá getur hann hækka húsaleiguna mjög mikið og náð þannig fram tiltölulega miklum hækkunum og þetta getur hlaupið á $100 sem að þeir ná að koma þessu þannig fyrir. Leigusalar þeir vilja losna við leigjendur vegna þess að við það að losna við leigjendur geta að fara í svona sýndar viðhald sem að eru svona tiltölulega mikið að þetta sé gert að leigusalarnir fari í sýndar viðhald og endurnýju svo gerir nýjan samning við nýjan leigjanda og þannig geta þær hækka leiguna. Þannig geta komist hjá þessu fyrirkomulagi og loforðin frá því kosningunum í hittu fyrra að þá lofaði yfirvöld í Kaliforníu frekari réttabótum og komið veg fyrir þetta og leigjendurnir í Los Angeles sem eru konur í leiguverkfall þeir eru í og með að knýja á efndir þessara lofur og líka ekki bara að berjast fyrir eigin hag að fá að lækka húsaleiguna hjá þessum leigusala sem þeir eru hjá og það hefur svolítið verið svona stemningin í þessum leiguverkfallum í Los Angeles að þá eru þeir svo ofta eiga við svona reisisróka eða svona svokallega slumlords það er svona oft svolítið þannig Nú heldur ekki bara í Bandaríkjunum það er líka í Kanada þar var að byrja leiguverkfall í New Brunswick voru meðal sérstaklega er svona innflytjendur sem að búa þessu svæði sem eru komnir í leiguverkfall nú það er líka í Connecticut í Bandaríkjunum það eru leiguverkfall sem að var að byrja í gær og það var svona fréttamanna fundur í gær þar sem að leigjendur eru konur í leiguverkfall Þannig þetta er viðurkennd aðferð
Þetta er viðurkennd Það er ekki þannig að eigandinn eigi húsnæðið og geti bara hentir út að þú borgar ekki leiguna? Jú, þeir reyna það náttúrulega. En Jú. það er svolítið merkilegt að 25. janúar, núna fyrir réttum mánuði síðan, þá var lagt fram lagafrumvarp af Kamala Harris, varaforseta í bandaríska þinginu, þar sem að á að búa til lagaramma það að viðurkenna rétt leigjenda til þess að skipuleggja sig, til þess að vera fulltrúar eiginlega stéttafélaga og stofna til samtaka og félaga til varna húsnæðis og lögfesta samnings og verkfallsrétt til leigjenda. Já, og rétt til þess að fara fram í húsalegu verkfalli ef að eru sérstaklega veru vanemdir en líka ef að leigan verður hættulega há. Þannig að sko, nú eru Bandaríkjamenn búin að leggja þetta til og það er svo merkilegt að við erum oft verið að tala um Spán að þá hafa leigjendasamtökin í Barcelona og Madrid kallað eftir því að þess konar ákvæði verið komið fyrir nýja húsnæðisfrumvarpunni hjá Pedro Sánchez. Ég las nú merkilega greinum þetta í dag að þrátt fyrir það sé að mörguleiti gott frumvarp sem að tryggi minnst okkosti héraðsstjórnunum heimildi til þess að skilgreina húsnæðismarkað undir álagi og þar að leiðandi í kjölfari geta sett leiguþak, að þá vilja leigjendasamtökin í Madrid og Barcelona sem eru langstæðstu leigjendasamtökin á Spáni, þau vilja að ákvæði líkt þessu bandaríska verði sett inn í spænska frumvarpið. Þar sé að koma þá almennlegum lagaramma utan það að leigjendur geta farið í leiguverkfall þó Spánverjar séu með gott og gamalt og vel æft fyrirkomulega við þetta þar sem að þetta fer í gegnum lögfræðiskrifstofur, svona leiguverkfall, þar sem að lögfræðingar setja upp svo kallega biðreikninga. Leigjendur eru þá ekki að svíkjast að borga leiguna, heldur borga þetta inn á biðreikninga meðan að vera að semja við leigusana. En leigjendasamtökin hefur að kalla einmitt eftir því að það sé sett betra fyrirkomulega í kringum þetta svo að það séu ekki svona slagsmál við lögregluna og svona menn sem fólki sé ítt út í það að líti út fyrir að vera eitthvað óþjóðlíður. Þessi viðurkennd deila að ef að leigjandinn að borga þetta inn á biðreikningin að þá sé litið á þetta sem bara samningsdeilu. Akkurat. En ekki undanskott. Nei, akkurat. Og Spánverjar hafa verið duglegir við þetta en nú vilja er bara að þetta verið sett í almennilega lagaramma sem er alltaf bara skupið eðlilegt. Verður en í næsta nágrenni Portugal, þar er líka nýtt húsnæðisfrumvarp? Já, Antonio Costa og ríkisstjórnin hans hafa sett fram, ég held að það bara verið í gær, nýtt húsnæðisfrumvarp, eða minnst að kostu nýlega, hvort það var fyrir helgi, vantarlega verið fyrir helgi, vantarlega ekki í gær, settu fram nýtt húsnæðisfrumvarp og það kom í svona samráðsgátt, þetta er 30 daga samráðsgátt, þar sem hann er að lofa stórauknum húsnæðisstuðningi, stórauknum áformum eða áformum stóraukin aukna húsbyggingu, stórfé í íbúðabyggingu í þéttbýli. Og þá félagslegt húsnæði eða er hann bara með svona áætlanir eins og íslensk stjórnvöld að skrifa undir markmiðum að byggja 3000 íbúðir í Reykjavík eða eitthvað? Já, það kemur minnst eitthvað til ljós en það sem er annað merkilegt við annars konar frumvarp sem að segja mér að það sé nú eitthvað að svona marka þetta. Það kemur annað frumvarp frá ríkisstjórn Portugals inn í samráðsgáttuna núna einmitt í síðustu viku þar sem að og er komið inn sömu samráðsgátt sem myndi hliða við þetta nýja húsnæðisfrumvarp sem er svona almennt húsnæðisfrumvarp hvernig á að haga húsnæðismálum í Portugal á næstu árum. En þá kemur nýtt frumvarp sem er sértækt og tekur til skammtímaleigumarkaðarins og auðs húsnæðis. Nú á að sekta eigendur auðs húsnæðis og þvinga það í útleigu. Það er að segja húsnæði sem stendur autt og það er alltaf að kortleggja þetta húsnæði með því að skoða notkun og rafmagni og vatni. Það er að segja að nú getur eigendur ekki sagt að hann búið þarna eða hann sé þarna og þá verður skoðu notkun og vatni og rafmagni og hún fær þá skilgreining á því ef hún er undir okkur ákveðnu marki að íbúðin standi auð, þá hafi eigendurum þá tvo kosti að velja. Það er að segja að borga mjög ríflegt gjald sem er svona hálfgett innviða gjald eða svona skattur
eða þá að setja íbúðan í langtímalegu og ef hann gerir það þá hann undanþeginn fasteignaskatti alveg til 2030 Hvetja fólk til þess að setja íbúðir inn á langtímalegumarkaðin og þetta náttúrulega, við vitum hvernig ástandið hérna í Reykjavík ástandið í Portugal miklu betra þessu leitum til það hlutvarslega færri íbúðir til dæmis í Lissabon á skammtímalegumarkaði heldur en hérna í Reykjavík. Hérna í Reykjavík svarar fjöldin til þess að alls húsnæði sem byggt á höfuðborgarsvæðinu á einu ári. Þetta náttúrulega stórkostlegt magn sko. Þannig að það er hlutur að gerast í Portugal og ég ætla að fylgja svolítið vel með þessu hjá þeim. Ég þekki nú ekki alveg á það hvernig stjórnveldi eru í Portugal. Hvort þetta séu svona Þetta svona systurflokkur samfylkingarinnar sem þar við völd. Já, það myndaði ríkisstjórn á sínum tíma með róttækari sósíalistum en svo unnu þeir þannig að þurftu ekki lengur á róttæklingunum að halda. Þannig að þetta fyrst og fremst svona miðju vinstri menn sem að stýra það. En það eru þarna bæði svona þetta almenna útlandsfrumvarp, bara svo svolítið svona róttækt frumvarp sem að kemur fram með sektir og þvinganir og svona gagnvart þessu og það segir manni það að húsnæðisástandi í Portugal virkilega slæmt ef að svona miðjuflokkar fara fram með svona Þetta svona vinstri miðjuflokkur, vinstri, já. Þetta sósíalistar eins og þeir heita í suðrinu. En eru kannski, við myndum kalla það á grata. Já. Það náttúrulega annars konar, þetta ekki alveg samanburðarhæft náttúrulega, það meiri róttækni í suðrinu hjá systurflokkur samfylkingarinnar heldur en kannski norða drefur. En af mörgum þessu löndur sem ég hef verið að skoða undanfarna mánuði þá hef ég skoðað kannski einna minnst Portugal en mér finnst þetta spennandi hvernig þessar fréttir sem ég verið að lesa upp síðustu daga og að fylgjast þess betur með þessu, hvað verður með þetta frumvarp. Nú það ekki ólíkt því sem að gerast í Bretlandi núna, við vitum það. Það nú systurflokkur sjálfstæðisflokksins við völd. Já, en þar var lávarðadeildin í þinginu að hvetja til þess eða leggja það til við stjórnvöld að 75% af nýju innviðagjaldi sem að búið að samþykja og veitir sveitarfélögum heimildi til þess að rukka sérstakt innviðagjald af svona þróunarfélögum og byggingaraðilum sem eru að byggja kannski lúxusíbúðir eða að byggja leikvanga, tónlistarhús eða skipuleggja svona stórt svæði svo Heklureitin eða Orkureitin. Akkurat, svoleiðis verkefni að þau verkefni að þessi innheimt sérstakt gjald af þessu reitum vegna þess að þetta eru verkefni sem að höfða kannski til mjög lítil hluta samfélagsins en af þessum verkefni tekið sérstakt gjald, sveitarfélagin geta tekið sérstakt gjald af þessum verkefnum og lagt inn í svokallega almenna innvið uppbyggingu. Núna hefur lávarðadeildin lagt til að það veri fest í lög að 75% af þessum peningum sem sveitarfélagin geta innheimt í gegnum svona verkefni fari að byggja félagslegt húsnæði. Nú hefur lávarðadeildin lagt þetta til. Það sé þá skilgreint sem innviðir eins og bara skólar og Já, það skilgreint fyrir innviðir og það gert ráð fyrir að hluta af þessu innviðagjaldi fari í félagslegt húsnæði en nú vill lávarðadeildin að það sé að lágmarki 75% af þessu gjaldi fari í þessa húsnæðisuppbyggingu frekar heldur en að borga kannski fyrir leikskólana eða gatnagerð en mér finnst þetta mjög merkilegt að og í raunin frekar eðlilegt að taka pening á svona verkefnum sem hafa þrönga skírskotun og velta miklu fé bara til dæmis eins og Hafnatorgið og nýja hverfið sem liggur milli Hafnatorgs og Hörpunar þetta eru gríðarlegu peningar sem í þessu verkefnum og hafa þrönga skírskotun til þeirra sem að kannski þurfa akkurat enga aðstoð að hafa að þarna eftir Reykjavíkurborg eins og sveitarfélög og Bretlandseyjum að geta innheimt sérstakan skatt af þessum verkefnum og sett beint inn í sín eigin uppbyggingaverkefni sem því miður þeir eru ekki með en þau gætu kannski að fengi þarna einhvern ákveðin hvata til þess að gera það. En þú nefnir Hafnatorg og það svæði og þú varst að tala í Portugal á þannig að það væri hægt að taka eða neyða fólk til að setja íbúðir í langtímalegu. Þar eru íbúðir sem eru eigu útlendinga sem að kannski búa hérna í 10 daga árið eitthvað. Þeir gætu náttúrulega vatni renna og
sett ykkur að tæmera á all ramastækin, þannig að liti út eins og þau byggju þarna. Já, En ef það svo væri þá, ef þessar reglu getur Reykjavík, þá getur Reykjavíkurborg neitt mannin sem á 600 milljón króna íbúðina til að leigja hann út. ég þarf að kynna mér að þess betur, en það stendur hins vegar í þessu frumvarpi að það sé gert til þess að koma í veg fyrir einmitt svona aðstæður. Þetta er náttúrulega eyðilegt heilu hverfin, svona svo sagt í London í Mayfair, þar sem eru margar íbúðir auður. Það er líka litla fallega eyjan sem er fyrir aftan Notre Dame sem var svona perla í gamla daga. Það er alveg búið að eyðileggja hana því að það var eftir svona vert fyrir fólk sem átti heimili víða heiminn að kaupa sér þar íbúðir. Nú er hann alveg steindauð. En eins og segið, þetta er í greinagerðinni eða svona sem röksend fyrir þessu frumvarpi er akkurat þess að koma veg fyrir þess aðstæður sem þú lýstir. Þannig að en já. Herðu, hvert er að fara næst? Ég í dag er víst 2 ára afmæli þýsku herferðar sem er sameiginleg herferð með svona alþýðusambandi Þjóðverja og tuga stéttarfélaga félagsamtaka og leynisamtaka Þýskaland sem hafa verið með þessa í sameiningu sem er nú reyndar þetta er svona herferð sem er haldið utanum eða það er að segja alþýðusamband þeirra Þýskaland heldur utanum þessa herferð sem heitir Meet and Stop sem að þýði hvað á íslensku? Sem að myndi þýða bara leiguþak og það er 2 ára afmæli þessara herferðar í dag. Þeir voru að gera þetta svona upp í dag, hvað hefur áunnist og vilja minna að þetta er náttúrulega bara fullri ferð áfram, það eru ekkert að hætta eða er með eitthvað svona dagsetningu á því hvernig það ætla að stoppa með þetta. En þeir voru að gera svona upp í dag hvað hefur áunnist með þessu og þeir vilja meina og svona tilenga sér ákveðin verkefni stjórnvalda til dæmis breytingar á húsalögunum sem að hafa orðið. Nú er náttúrulega eins og við tölum hérna fyrir 2 vikur síðan, þá er í stjórnarsáttmálanum þýska skrifaðar frekari réttarbætur handa leigjendum sem að hafa stöðvast hjá dómsmálaráðherra Þýskalands, Bussmann held ég heiti, sem að er svona sem að samstarfsmenn hans í ríkisstjórn saka hann að sitja á þessu frumvarpi eða þessum ákvæðum í stjórnarsáttmálanum vil ekki koma þessi gegnum þingið. Þannig að þeir telli það nú ekki með því það er ekki komið í höfn þó að það sé skrifað inn í stjórnarsáttmálann. Þeir vilja líka tilenga sér þau verkefni sem hafa farið af stað, eins og til dæmis það eru komin af stað verkefnum sem að hafa það markmið að byggja 400.000 íbúðir á hagkvæmu verði. Þetta eru sem sagt segja forsvarsmenn þessara herferðar séu það sem að þeir hafa náð fram með baráttu sinni nú þegar, þess að breytingar húsaleigulögunum og þetta að séu farið fram með byggingar á 400.000 íbúðum. En þeir eru bara, eins og segir, bara á miðri leið og halda áfram. En þetta er svona eitt dæmi hvernig hagsmunabarátta leigjenda og bara öreiga almennt, hvernig hún getur skilað þegar við töluðum hérna áðan samstöðu og þá er mikilvægt fyrir leigjendur að sína samstöðu með launþegum og öfugt. Við eigum svo mikið Má ég taka til Íslands að því að nú var eftir því sem að þau í Eflingu lýsa þá var verið að bara bítast örfá þúsund kalla þegar að Samtök atvinnulífsins snéru dæminu við. Efling var búin að falla frá því að hagvöxtaraukinn myndi ekki vera tekin með. Það var búin að falla frá framfærslu uppbótinni upp á 15 krónur sem að rökin voru fyrst og fremst húsnæðismarkaður. Þannig að láglaunafólk í Reykjavík sækir á fyrirtækjaeigendur vegna þess að þau eigi ekki fyrir framfærslunni út mánuðinn og stærsti hlutin sem hefur kannski grafið undan framfærslu láglaunafólks er hækkun á húsaleigu. Þessi ráð sem þú ert að tala leigu, þak og eitthvað fleira, ef að stjórnvöld hefur stigið inn í þessa deilu og sagt að við viljum mæta kröfum láglaunafólks í Reykjavík út af hækkun á húsnæðiskostnaði og setja hér á leiguþak, þá hefur þau mátt leysa þessa kjaradeilu.
Já, ég samfærum það að minnstakosti gæti svona frumkvæði stjórnvalda í þessa áttuna liðkað mjög mikið fyrir vegna þess að þetta snýst að stór hluti láglaunafólks fólks á höfuðborgarsvæðinu að borga yfir 50% af sínu ráðstöfunartekjum. Miklu hærra heldur en öðrum löndum? Já, við höfum mælt eina leiðin til þess að mæla hvernig álagið á láglaunahópana vegna þess að við getum ekki tekið meðaltöl og við getum ekki áætlað. Við verðum bara að sjá hverju taxtalaunin og ef við tökum bara taxtalaunin, lægstu taxtalaunin í Noregi, Svíþjóð og Danmörku og meðal húsalegu og 100 íbúðum á höfuðborgarsvæðum þessara 3 landa, þá álagið, það er að segja álag húsalegunar á lágmarkslaunin 48% af meðaltal í þessu 3 löndum. Hún 70% hérna miða við, nota bene, miða við verðsjá húsalegu hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Má margbendi til að mæli og lága húsalegu. Hún gerir það. En þá ætla ég að spyrja þig að því að þú ert að horfa til svona baráttuna víða í heim og víðum heim og það hún nýtur stuðnings og líklega einhverja andstöðu hér og þar. Segjum að ég væri bara Jói í smiðjunni og væri með verkafólki vinnu og svo kemur það til mín og heimtar að fá hærri laun, gerir kröfur og mér finnst það að vera of hátt og rökin eru þau að húsalega þeirra hafi hækkað svo mikið. Mundi ég sem Jói í smiðjunni standa með leigusölunum rétt þeirra til þess að fá að hækka húsalegu eða mundi ég segja að það gengur ekki að mitt starfsfólk kom alltaf og vilja fá hærri laun af því að Siggi leigusali, hann alltaf að hækka leiguna. Ég vil að það sé eitthvað sett eitthvað mörk á Sigga leigusala. Það svoleiðis annars staðar að fyrirtækjaeigendur standi með leigusölunum eins og hér. Samtök atvinnulífsins hefur hafnað öllum hugmyndum leiguþak og Sjálfstæðisflokkurinn sem svona pólitískur armur viðskiptaráðs og Samtök atvinnulífsins hefur hafnað í. Það þannig út allan heim að þeir sem í fyrirtækjarekstri eru á móti leiguþaki eða regluvættum leigumarkaði eins og staðan hér? Ég hef nú ekki alveg geta greint akkurat hvaðan þetta heimaverkefni fyrir næstu viku. Já, hvaðan þessi andstæða kemur. Hún andstæðin en það skýrslu sem ég hef verið að lesa og ég hef það skýrslu sem mitt viðskiptaráð og Samtök atvinnulífsins að benda á hversu slæmt leiguþak og leigubremsu eru. Koma einatt frá samtökum byggingaraðila, fasteignafélaga. Þetta eru hagsmunasamtök bara áþekkt þessum 2 aðilum sem að skrifa þetta. En við höfum hins vegar skrifað og bent á álíka svona samhengi í þessu, ekki kannski beint þar sem þú ert að nefna sem ég held að sé mjög viðeigandi og akkurat spurning út í samfélagið. Vilja atvinnurekendur að hafa þá kröfu á sér að hækka sífellt laun vegna þess að það eru leigusalar hérna úti sem að hækka húsalegu. Langt umfram efni og langt umfram kostnað. Við erum átt okkur af því að þó að séu nokkur leigusalar núti sem að bera kannski aukinn húsnæðiskosta, þá eru langstæstu hlutin aðeins sem gera það ekki. Nú við hefum líka bent á það að með því að lækka húsalegu með svona almennum aðgerðum eins og leiguþaki eða leigubremsu, þá má leysa hérna við höfum verið að reikna svona lauslega reikna milli 22 og 28 milljarða í ráðstöfunarfé leigjenda á ári þeirra sem búið hérna höfuðborgarsvæðinu og ég get nú ekki ímynda mér annað heldur en launagreiðendur og verslunarrekendur og þeir sem að reka hérna þjónustu og viðskipti borginni myndu taka því fagnandi þessu auknu ráðstöfunarfé leigjenda og ekki nóg með það að lýðheilsa þeirra og hagur og velferð myndir alltaf að taka og stökkbreytast við þetta. Þannig að þetta gott fyrir alla. Þetta auðvitað gott fyrir laun. Ekki leigusalan sem að vil græða. Nei, þetta ekki, ég vil meina eins og hefur verið bent á í breskum skýrslum að svona fyrirsjáleiki, hann góður fyrir svo kallar stoppfjárfesta á húsnæðismarkaði. Þeir sem að vilja sjá langt fram í tíman hafa kannski einhver hluta til þetta þolinmæða fjármagn, en þetta slæmt fyrir þá sem að vilja nýta sér og blóðmjólka bæði fasteignamarkaðin og leigumarkaðin á stuttum tíma og koma sér svolítið burtu. Við þurfum að losna við þetta fólk. Hún sagði það í skýrslu Kristínu Whitehead, prófessor hjá London School of Economics, að
þetta væru áhrif af leiguþaki og leigubremsu. Það var það að spákaupmenn og braskarar, þeir forðuðu sér, en stofnfjárfestar, þeir yrðu þarna eftir og það var miklu betra fyrir þá að aðtarna sig inn á fasteignamarkaði þar sem væri ekki braskarar, vegna þess að þá væri miklu síður svona ósjálfbara hækkanir. Þannig að auðvitað er gott fyrir allt samfélagið að fá hérna leiguþak, hvort sem heitir leiguþak, viðmiðunarverð eða leigubremsu sem að framkallar fyrirsjáanleika fyrir okkur öll, eigur ráðstöfunarfé leigjenda og kemur bara hérna ró og fyrirsjáanleika fyrir sko, eins og þú nefna, fyrir atvinnureigendur, fyrir verslunarreigendur og þeir sem reka hérna þjónustu viðskipti og fyrir leigjendur. Og það er ekki náttúrulega örfáir aðilar sem að græða á þessu og það eru þeir sem síst skildu græða á svona ógæfi fólks. Það eru þeir sem að skapa hana. Ólafur Margeirsson hefur líka bent á þetta að regluvettur leigumarkaður sé góður fyrir alla nema braskarana sem ætla að fara þar inn til þess að ná sér í gróða til skamstíma og það er náttúrulega hópur sem við ættum að aðlaga markaðin þannig að breyta markaðinu þannig að bröskurum væri ólíft þar inni. Akkurat. Herðu, Guðmundur, takk fyrir að koma hingað og segja okkur frá baráttu leigjenda hér heima og erlendis. Þetta eru lokin af rauðaborðinu í kvöld. Við verðum hérna aftur á morgun. Ég þakka öllum gestum mínum og ykkur sem hafi hlustað kærlega fyrir. Minn ykkur á að þið byggjið upp dreifikerfi samstöðurinnar með því að læka síður samstöðurinnar bæði á Facebook og YouTube og dreifa efninu ef ykkur líkar, leyfið öðrum að sjá það. Þannig byggist upp dreifikerfi samstöðurinnar. Ef þið viljið aðstoða okkur við uppbyggingu dagskrár, þá getið þið gengið í Alþýðufélagið sem er fjárhagslegu bakkjarl samstöðurinnar. Það er gert með því að fara inn á samstöðum.is, það er hnappur sem heitir skráning, þá getið þið gengið í Alþýðufélagið og borgað félagsgjöld sem er eins konar áskrift af samstöðinni og eru 2000 krónur á mánuði. En þetta komið gott í kvöld og ég segi góða nótt.